Ráðherra, góði gestir, verið hjartanlega velkomin hingað í Grósku á Nýsköpunarþing 2025. Við ákváðum að gefa svona nokkra mínútur í ljósi ófærðar og vega í dag. Þið líka sem eruð í beinu streymi, velkomin, ég vonaði njótið. Nýsköpunarþing hefur verið haldið árlega í 3 áratugi en að því standa Nýsköpunarsjóðurinn Kría, Hugverkastofa, Íslandsstofa og Rannís. Á þinginu jafnan fjallað mál sem brenna á nýsköpunarsenunni hverju sinni en hápunkturinn þó afhending nýsköpunarverðlauna ársins sem verða nú afhent í 30. skipti. Dagskrá þingsins í dag mjög áhugaverð og flyt ég þáttakendum sem sumir hverjir eru komnir langan veg, þakklæti fyrir þeirra framlag hér á eftir. Ég vil einnig nota tækifærið og þakka félögum mínum í undirbúningsnefndinni kærlega fyrir gott samstarf undanfarna vikur. Svona þing að það krefst heilmikils undirbúnings og að sameina allt saman og það hefur á ýmsu gengið, en mér sýnist bara allt vera að ganga upp. Til að tryggja að Nýsköpunarþing fari nú vel fram og sé listilega stjórnað, að þá höfum við fengið til liðs við okkur hann Frey Eyjólfsson og hann ætlar að vera hér fundarstjóri í dag og sjá til þess eins og ég segja að þetta gangi allt snurðulaust fyrir sig. Gjörðu svo vel Freyr. Já, komið sæl og verið hjartanlega velkomin og til hamingju með þennan dag. Fundurinn verður þannig að hann Daði Már Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, svona ætlar að setja þingið formlega og þá kannski ræða íslenska ríkið og íslenskt hagkerfi í öllum þessum breytingum, alþjóðabreytingum sem í gangi. Og það nú svona brennipunkturinn hér í dag, það eru mikla breytingar og svona brjálaða breytingar eru orðnar hið stöðuga ástand og hvernig bregðast íslensk nýsköpunarfyrirtæki við því. Það eru náttúrulega loftslagsbreytingar, miklar tæknibreytingar en fyrst og fremst það kannski geopólitíkin. Og við ætlum svolítið að einblína á Bandaríkin sem mikilvægasta viðskiptaland Íslands. Og hún Svanhildur Hólm, sendiherra Bandaríkjanna, var að lenda, hún situr hérna við hliðina á mér og ætlar að flytja okkur erindi og skoða aðeins hvaða áhrif, til dæmis tollarnir, 15% tollarnir hafa á okkur. Og síðan hún Borghildur, hún ætlar að kynna nýja skýrslu og birta hvaða einkaleyfi hafa verið gefin út síðastliðin 20 ára. Þá sjáum við þetta aldrei svart og hvítu hvar nýsköpunin liggur, í hvaða geira og hvar tækifærin eru. Og við sjáum samanburðinn við Norðurlöndin. En við skulum byrja á því að setja þingið, þetta þing, þetta ekki einhver fundur, þetta þing. Og ég býð velkomin í pontu Daða Má Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra. Góðir gestir, það mér sannur heiður að fá að segja nokkur orð hér í upphafi Nýsköpunarþings. Nú vita kannski flestir að ég fyrrum starfsmaður, raunar ennþá, ég í leyfi frá Háskóla Íslands, hefur raunar kennt í þessum sal, líkinda og tölfræði fyrir þá sem hafa áhuga og fylgst mjög náið með íslensku efnahagslífi á undanförnum árum. Hið merkilega hefur gerst að okkar einhæfa auðlindamiðaða hagkerfi hefur tekið stakkaskiptum. Það hefur gjörbreyst og það hefur breyst svo hratt að utanumhald okkar utanum þær breytingar frekar yfirborðskennt. Þannig eyddi ég mörgum árum í það að pirra mig yfir liðnum annað í útflutningi Íslendinga sem betur fer hefur nú aðeins veist innsýn í hvað þetta annað var vegna þess að langt skeið hefur annað verið okkar helsti styrkleiki. Hvað þetta annað? Jú, það nýsköpunin. Það útflutningur á grundvelli hugvits og af þessum árangri hljóta Íslendingar að geta verið geysilega stoltir.
Þetta gerist ekki að sjálfu sér og auðvitað gerist þetta að hluta til á grundvelli þeirra atvinnugreina sem voru hér fyrir, á grundvelli menntakerfisins, á grundvelli stuðnings stjórnvalda, en kannski fyrst og fremst á grundvelli óraunhæfrar, fáránlegrar bjartsýni Íslendinga, sem auðlind sem ég vona að aldrei þrjóti. Það þarf nefnilega pínu óraunsæi til þess að ná árangri í nýsköpun og sem betur fer eigum við dálítið að því. En það annað sem styrkleiki og það sveigjanleikinn. Við erum aldrei betri og þá sjaldan ég fæ tár í augun það þegar ég fylgist með íslensku samfélagi takast á við áföll. Það með hreinum ólíkindum hvað við getum brugðist hratt við og fundir lausnir á stuttan og skilvirkan hátt. Mér til dæmis ógleymanlegt þegar ég hitti fjölmarga gleymda fyrrum skólafélaga í röð á leiðinni í Laugardalshöllina þar sem ég var að taka við COVID-bólusetningu sem var víst einhver svona dreggja bólusetning sem bara gamli kallar fengu af því að það var minnst hætta á að þeir yrðu, skaðinn að því að þeir yrðu veikir var víst metinn samfélagslega minnstur. Skilvirkni þess fyrirkomulags var með hreinum ólíkindum og þannig að eftir var tekið allan heim. Það var heimasmíðað á örfáum dögum. Okkur veitir ekki af þessari getu í þeim heimi sem við núna upplifum breytast hraðar en við höfum séð mjög lengi. Og breytast með hætti sem kemur sér alls ekki vel fyrir Ísland. Ég vil meina og held því fram að ekkert ríki, ekki eitt einasta ríki á jörðinni hafi hagnast eins mikið á því opna, frjálslynda, reglubaseraða kerfi sem Bandaríkjamenn komu á í samskiptum þjóða eftir síðari heimsstyrjöldina. Og það að sjá hrikta í stoðum þessa kerfis eru vondar fréttir. Þessi ríkisstjórn, ég þar með talin, leggur á það megin áherslu að Ísland tali fyrir því að þetta kerfi haldi velli, tali fyrir frjálsum viðskiptum, reglum í samskiptum þjóða, opnum hagkerfum, opnum viðskiptum. Þegar ég var að kenna hagfræði hér við háskólann og vildi vekja athygli nemenda á mikilvægi viðskipta, sagði ég að jafnaði eða spurði: kæru nemendur, ef þið lítið í kringum ykkur í þessari kennslustofu, hvað getið þið bent mér á sem íslenskt? Ekki það púltið sem ég stend við, alveg örugglega ekki míkrofóninn sem ég á hausnum, ekki gleraugu mín, ekki jakkafutti mín. Ætli eina sé ekki bara við sjálf og kannski einhverjir örfáir aðrir hlutir. Þetta framleiddu allt einhverjir útlendingar og lét okkur hafa hvernig datt þeim það til hugar. Vantaði þeim ekki míkrofóna og púlt? Jú, þetta niðurstaða viðskipta. Íslenska hagkerfi hefur verið mjög sérhæft, hefur verið mjög heppið af því að við búum að stórum auðlindum, en hefur fyrst og fremst verið heppið af því að hér býr þjóð sem kann að nýta þær og nýta þær betur á hverju ári og skapa úr þeim ný tækifæri og ófyrirséð, og það það sem við fögnum í dag. En betur má ef duga skal. Við sjáum ákveðnar blikur í okkar menntakerfi sem við sem ríkisstjórn erum meðvituð að við þurfum að takast á við. Við sjáum samdrátt sem hefur varað of lengi í framlögum til rannsókna, sérstaklega rannsókna í háskólum, rannsókna sem eru studd í gegnum bæði rannsóknasjóð og tæknisjóð. Og það markmið þessar ríkisstjórnar að bæta úr því, og af því að ég vil alls ekki stela þrumunni af mínum ágæta kollega Loga Einarsinni sem átti að vera hérna, en þið sitjuð uppi með mig í staðinn, að þá ætlum ég ekki að segja ykkur hvað við ætlum að gera eitthvað strax, þannig að ég vona á því. Við þurfum líka að bæta skilvirkni kannski mestu stoðar stuðningsins opinbera við nýsköpun, sem og þ fyrirkomulagið. Fyrst og fremst með það markmiði að það sé hægt að svara umsóknum fyrr og auka skilvirkni stjórnsýslunnar þar.
Og í samráðsgátt stjórnvalda núna fyrstu tillögurnar að því, meðal annars snúa þær að því að minni fyrirtæki með umsóknir undir 150 milljónum þurfi ekki að sækja nema annað hvert ár sem að mun létta bæði á stjórnsýslu fyrir fyrirtækin en einnig á Rannís. En við þurfum nauðsynlega að greiða úr því vegna þess að þetta kerfi hefur gefist vel og reynst vel og við munum halda áfram að styðja það. Síðan get ég ekki látið undir höfuð leggjast að nefna vinnu ríkisstjórnarinnar varðandi atvinnustefnu. En markmið þeirrar atvinnustefnu fyrst og fremst að styðja við framleiðniaukningu í íslenska hagkerfinu. Framleiðniaukning forsendan fyrir framförum, fyrir getu okkar til annarra fjárfestinga, hvort sem það í velferðarkerfinu okkar, innviðunum, menntuninni eða hverju öðru sem vera skal. Ég sjálfur ekki íþróttahneigður maður og hef það á ferilskráni að hafa tekist að fá 8 fimmur í leikfimi í menntaskólanum í Hamrahlíð, sem einhvers konar met hlýtur að vera. Og mér leiðast þess vegna íþróttalíkingar. Allt tal að hlaupa hraðar og einhverja spretti og eitthvað setja mig alveg í vondskap leið. Ég hins vegar aðdáandi framleiðni. Það þurfa minna að gera til að fá jafn mikið eða meira. Það hljómar eins og hugmynd sem að ég get stutt. Og þess vegna ég mjög á því að þessi atvinnustefna sé grundvallarplagg. Hún líka í samráðsgátt og ég held að sé mjög mikilvægt að nýsköpunarfyrirtæki nýti sér það samtal sem á eftir eiga sér stað í tengslum við hana. Ég ætla ekki að víkja frekar að þeim áskorunum sem að Ísland stendur frammi fyrir. Ég nefndi hér í upphafi að ekkert ríki í heiminum hefði haft annan eins ábata af því fyrirkomulagi sem Bandaríkjamenn koma á eftir síðari heimsstyrjöldina og það að Bandaríkjamenn sé að einhverju leyti að yfirgefa þá hugmynd að heimsmynd vondar fréttir fyrir okkur. Ég veit svo sem ekki nákvæmlega hvað Svanhildur ætlar að segja hérna eftir. Kannski að ég þurfi að óttast ekkert og að þetta sé nú allt saman bara fyrir fjölmiðlana. Ég vona það þetta. En þá eftir að koma í ljós, ég ætla ekki að tjá mig frekar það. En við getum ekki horft fram hjá því að árangurinn sem Ísland hefur náð ótrúlegur. Fámenn þjóð í strjálbýlu landi á erfiðum stað á veraldarkringlunni með miklar auðlindir og öfluga þjóð sem með þekkingu sinni og gáfum með sköpunarkraftinum hefur tekist að skapa hér eitthvert besta samfélag sem hægt að finna í veröldinni. Það ekki sjálfgefið, það krefst vinnu og það krefst þess að við vinnum saman. Við eigum að vera sérstaklega stolt af því frumkvöðlastarfi sem hefur verið unnið á Íslandi, sérstaklega stolt af þeirri 4. stoð sem að núna orðin undir íslenska hagkerfinu og hjálpar okkur að takast á við sveiflurnar sem við búum hér við. Með þessum orðum set ég Nýsköpunarþing 2025. Já, þakka þér fyrir Daði og Daði þarf nú reyndar að kveðja okkur eða ekki, svona eitt augnablik, en hann kemur aftur þegar við afhendum Nýsköpunarverðlaunin í 30. sinn og þá það þessi stytta þarna sem nú einn umdeildasti verðlaunagripur landsins sem heitir einmitt Freyr og þið kannski sjá á það eftir, hún mjög svona ögrandi þessi stytta. En ég var að velta fyrir mér áðan lofsöngnum, þjóðsöng okkar Íslendinga og þetta eitt eilífðar smáblóm með titrandi tár. Þetta svo vemmilegt eitthvað og auðmíkjalegt en svo þegar maður gengur hálendið eins og ég gerir stundum á sumrin, þá sér maður á sumum stöðum þar sem ekkert líf þrífst. Þar þessi smáblóm, þau mjög harðger og eftir svona eldgos og skriðuföll þá þetta svona fyrstu lífverðarnir sem koma, það þessi smáblóm og þetta kannski svona einhvers konar nýsköpunarfyrirtæki, ég veit ekki alveg hvað að fara með þessari líkingu, but you get the picture, eða ekki? En allavega, það mjög breyttar aðstæður í heiminum
og hvernig bregðast íslensk nýsköpunarfyrirtæki við. Við ætlum að ræða það og fókusera núna svolítið á Bandaríkin. Það eru ný stjórnvöld og nýju tollar. Við fengum á okkur 15% tolla. Hverju breytir það og hvernig þetta allt í samhengi við vöruskipta og viðskiptajöfnuð? Hún Svanhildur Hólm, vinkonu mín, hún sendiherra í Bandaríkjunum og hún hefur einstaka, leyfi mér að segja, innsýn í þessi mál í gegnum störf sín í fjölmiðlum og stjórnmálum og hjá viðskiptaráði að reyna að greina og skoða bæði þessi efnahagslegu áhrif og svo stjórnmáli líka. Þannig að ég ætla að bjóða hana velkomna á svið og hún flytur hérna langt erindi og eflaust mjög innihaldsríkt ef ég þekki hana rétt og svo verður hún í panel og eftir og gefið henni gott klapp vegna þess að hún var að lenda áðan, nýkominu flugi. Takk fyrir þessa kynningu, Freyr, og takk fyrir þessa væntingastjórnun líka. Maðurinn mér segir að ég sé drottning væntingastjórnarinnar og mér finnst yfirleitt mjög mikilvægt að svona stemma svolítið stígu við væntingum fólks. Það yfirleitt betra eins og sagt vestra under promise and over deliver. Sjáum til hvort ég geri það. Þegar leið og maður búinn að segja þá maður búinn að eyðileggja það en allt í lagi. En mér finnst allan mjög gaman að vera komin hingað og vera hérna með ykkur í dag því að eins og fram hefur komið þá var það ekki alveg sjálfgefið. Ég átti semst flug í fyrradaga því ég ætlaði að mæta hérna sjúklega fersk í dag eftir að hafa hvílt mig í gær og svo kom þetta veður þarna. Og mér fannst þetta samt svolítið típist og svona auðvitað svolítið íslenskt því þetta einhverjar svona óvæntar uppákomur sem eru partur af tilverunni og þá hugsa maður mikið svakalega gott að vera alin uppið þetta reddast hugsunina sem að ég útskýri oft fyrir útlendingum að sé svona eins konar þjóðareinkenni okkar. Og þetta reddast þýði alls ekki að við látum skeika sköpuðu heldur að það sé í eðli okkar að búast við hinu óvænta og láta það ekki setja okkur úr jafnvægi af því að við eigum yfirleitt plan B eða C eða jafnvel eitthvað aftar í stafrófinu allan að segjast við hafa það. Ég ætla að víst það einhverja glærur. Já, einmitt. Þessi hérna mynd skýrir sig eiginlega bara sjálf. Sko, ég þarf eiginlega að ræða svona hluti eins og titil og einhver formsatriði á þessu erindi og eitthvað á eftir. Ég var nefnilega eitthvað að böglast með hana titil á erindinu og ég sé hann hefur endað allt í sóma í Oklahoma sem ég mun ræða við ykkur líka á eftir en hérna allavega allt í sóma eins og þið sjáið. Þetta forsætisráðherrann okkar og forsetahjónin í Bandaríkjunum á góðri stundu og það ágætt að segja frá því og það ágætt að horfa á þessa mynd og minna sig á það að þrátt fyrir óvæntar uppákomur og stundum reyndar líka viðbúnar uppákomur þá eru samskiptin bæði góð og vinsamleg og það ekki lítils virði. En það sem ég ætlaði að byrja að gera og ég bara biðst afsökunar, þú eru svona okkar ánægður með það Daði en svona ef það einhverja vittlusur í einhverju tölum hjá mér hérna þá tek ég það fram ég lögfræðingur. Og við ætlum að fara yfir slatt af tölum og svo vona ég verður ekki farin áður en íþróttaglæra mér kemur. Þessi tala hérna, hún getur staðið fyrir ýmislegt. Ég bara googlaði alls konar hlutir sem gætu verið 4% og eitt af því sem kom upp svona hversu mikið baðmullarföll hlaupað meðaltali við fyrsta þvott. Það ólíklegt að ég sé að tala um það. Það gæti náttúrulega líka verið hversu hátt hlutfall ökumanna á höfuðborgarsvæðinu voru undirbúin fyrir snjóinn í fyrradag. En í þessu tilfelli þá þetta hlutfall Bandaríkjanna af heimsbyggðinni. Ég klikkaði ekki á þessu Daði. Þú sér það 96% á hinum partinum af heiminum. En Bandaríkin þó þau vitum að þau eru stórveldi, þá búa samt ekki nema svona 340 milljónir þarna. En þessi 4% þau standa undir 26% heimsframleiðslunnar sem að sýnir hversu öflugt þetta hagkerfi Og jafnvel þótt við tækjum þess að tölu kaupmáttar vegna, þú heyrir það, þá þetta samt það byrja 15%. Þannig að þau eru eins og sagt punching above their weight. Þau eru að gera miklu meira heldur en sem svarar eiginlega þessum meðaltals mannfjölda.
Svo segir sig nokkurn veginn sjálft að svona stórt hagkerfi, það flytur örugglega mikið inn og Bandaríkjamenn flytja inn vörur fyrir tæplega 3.400 milljarða á ári og þjónustu fyrir 815 milljarða dollara að sjálfsögðu. Og þau eru númer 1 í heiminum, í hvoru tveggja. En þegar horft er á útflutning þjónustu, þá eru Bandaríkin líka öflugust, en þegar kemur að útflutningi vara á móti innflutningi vara, þá aðeins verður staðan, eða allan að þeirra mati, örlítið verri. Og þetta hérna er vandamál sem Bandaríkjaforseti hefur sagst ætlað að laga og helst bara á einu kjörtímabili. Og það hefði eiginlega ekkert átt að koma neinum á óvart að hann hefði þessa stefnu vegna þess að hann hefur talað fyrir tollum í 40 ár. Reyndar bjuggust mjög margir við því að athygli myndi beinast helst að Kína, því ríki sem hefur algjöra yfirburði á heimsmarkaðnum. Það er stærsti útflytjandi heims, það flytur út á sem sagt 14,6% af heimsviðskiptunum og eru númer 1, Bandaríkin eru númer 2, það er ekki eins og þau séu eitthvað smáatriði þessu, en þetta hefur óneitanlega truflað forsetann og hans fólk mjög mikið. Og þau leggja alla áherslu á þetta. Þau ekki á þjónustuviðskiptin, af því þar eru þau númer 1. Og það skiptir engu máli hvernig staðan er gagnvart einstöku landið í þeim efnum. Þetta eru vöruviðskiptin sem skipta öllu. Og það hefur óneitanlega verið mikil áhersla lögð á þessa yfirburðastöðu Kína og hvernig getur veikt bæði efnahag og öryggi annarra ríkja. Og svo var náttúrulega faraldurinn sem beindi athygli að því að ekki bara í Bandaríkjunum, heldur allan heim, geta verið mjög brothættar aðfangakeðjur. Það er ekki einungis stjórnvöld í Bandaríkjunum sem hafa beint sjónum að þessum hættum að vera of háð erlendum birgjum, heldur sennilega flest ríki í heiminum. Fækkun starfa í framleiðslu í Bandaríkjunum er þyrnir í síðu forsetans. Þau voru mekka ýmissar verksmiðjuframleiðslu og þau eru vissulega enn gríðarlega öflug, en það hefur margt breyst og mikið af framleiðslu hefur flust úr landi, hvort þetta er bílaframleiðsla sem hefur að miklu leyti flust til Mexíkó eða Asíu eða framleiðsla bandarískra tæknirisa sem fer að miklu leyti fram í Kína eins og til dæmis hjá Apple. Þið kannist kannski við NAFTA, fríverslunarsamninginn, sem gerður var á 10. áratug síðustu aldar milli Bandaríkjanna, Kanada og Mexíkó. Hann hafði talsverð áhrif á þróun verksmiðjuframleiðslu í Bandaríkjunum en sú mynd er ekki alveg einföld. Samningurinn hafði mest áhrif á láglaunastörf en hann ýtti jafnframt undir sköpun starfa í Bandaríkjunum og studdi við útflutning bandarískra fyrirtækja. Þannig að flestir greinendur, og þú leiðréttir mig ef ég er rangt fyrir mér, ég sé þú ert að hlusta, eru á því að raunveruleg áhrif í heildina af honum séu kannski ekki svo mikil og ekki neikvæð fyrir Bandaríkin, en vissulega mjög mörg láglaunastörf, framleiðslustörf fluttst úr landi. NAFTA er nú kallað USMCA eftir uppfærslu á samkomulaginu árið 2020 í tíð þessa Bandaríkjaforseta, reyndar á fyrra kjörtímabili, og þetta hefur verið eitt af bitbeinunum í tolladeilu Bandaríkjanna við þessa næstu nágranna sínu undanfarið. En svo er málið að störf hafi ekki bara flust frá Bandaríkjunum. Framleiðendur hafa líka flutt störf milli ríkja, en það getur rekstrarumhverfi verið mjög mismunandi eftir ríkjum Bandaríkjanna. Sú þróun byrjaði löngu fyrir NAFTA og hefur bitnað sérstaklega á riðbeltinu svokallaða. Og svo snýst þetta auðvitað ekki bara einfaldan flutningsstarfa, heldur líka erlenda samkeppni og framleiðslu. Bandaríkin voru stórveldi í bílaframleiðslu, en sókn evrópskra og japanskra bílaframleiðenda sem hófst fyrir alvöru svona í kringum 1970 setti strik í reikninginn. Og það er því ekki tilviljun að sérstakir tollar á bíla og bílaíhluti hafi verið hluti af áætlun forsetans. En nú skulum skoða aðeins þessa tölu sem er búin að vera upp á skjánum í dágóða stund. Þetta eru 1294 milljarðar bandaríkjadala og þetta er mikil upphæð, eina af þessum upphæðum sem er svona stóra maður eiginlega skilur hann ekki. Og svona lítur hún út í íslenskum krónum. Vöruskiptahalli Bandaríkjanna ára 2024 var 161.750 milljarðar krónur. Ég skrifaði þetta út, bara svo ég myndi örugglega ekki fokka þessu upp. Eða tæplega 162 billjónir króna, sem líka ruglar alltaf fólk vegna þess að billjónir á íslensku er ekki sama billjónir á ensku og svo framvegis. En það er mjög gott að setja svona tölur í eitthvað samhengi. Þetta er engar smá tölur. Það getur verið mjög skiljanlegt að
að við myndum hafa í það minnsta áhyggjur af því af svona viðskiptahalla, en hvað er þetta? Þetta er 35-föld þjóðarframleiðsla, þetta eru 1470 rekstrarar hjá Landspítalanum og svona cirka 32 milljónir Jarisa. Á mínu heimili notum við oft Jarisa sem einhver svona mæleiningu, ég veit ekki af hverju því við höfum aldrei átt Jaris. Þetta eru svona 80 Jarisar á mann á Íslandi, það verður svolítið mikið. Og svo getum við spurt, hvar eru við í þessu samhengi? Heildarverðmæti vöruútflutnings Íslands til Bandaríkjanna síðasta ári var 150 milljarðar króna. Þetta er sem sagt rúmlega 1 rekstrarar hjá Landspítalanum eða 30.000 Jarisar. Og staðan er svo að Bandaríkin eru stærsta einstaka viðskiptaríki okkar Íslendinga, með yfir 15% af vöruútflutningi okkar og enn stærri hlutdeild í þjónustuviðskiptum, en eins og ég nefndi áðan þá eru þau ekki til umræðu hér. Heildarverðmæti innflutnings Bandaríkjanna til okkar á síðasta ári voru 110 milljarðar króna og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með 15% toll á íslenskar vörur inn til Bandaríkjanna. Það er að því að við erum sem sagt með viðskiptaafgang gagnvart þeim og þó þetta séu bara 0,025% af heildarviðskiptahalla Bandaríkjanna og það er sennilega vegna þess sem var litið fram hjá þessu 2. apríl þegar við fengum á okkur 10% toll sem var kynntur til sögunar sem svona grunntollprósent á ríki sem ekki væri með viðskiptaafgang gagnvart Bandaríkjunum og við vorum að sumu leyti pínulítið hissa á að lenda í þessum hópi en vissulega fegin. Í ágúst var svo tekin ákvörðun það að þau ríki sem flyttu meira út til Bandaríkjanna en Bandaríkin til þeirra, hversu lítill sem sá afgangur væri, fengi á sig 15% toll. Helstu útflutningsvörur okkar eru stoðtæki, lyf, sjávarafurðir, eldisfiskur, kísiljárn og drykkjarvatn og af þessum vörum eru lyf og stoðtæki enn tollfrjáls. Aftur á móti eru samt báðir vöruflokkar til skoðunar í svokallari Section 232 investigation sem miðar að því að kanna hvort þjóðaröryggi Bandaríkjanna sé ógnað. Fyrir utan úttektirnar á lyfjum og lækningatækjum eru 10 aðrar slíkar rannsóknir í gangi. Lyfin hafa verið til athugunar síðan í vor en rannsókn á lækninga og stoðtækjum og ýmsu búnaði til lækninga var hrundið af stað nýlega, bara núna í september. Og þessar rannsóknir geti tekið alltaf 270 dögum, síðan kemur einhver niðurstaða, en því hefur svo sem verið lýst yfir að það sé mikill vilji til þess að gera þetta hraðar heldur en á 270 dögum, en rekstrarstöðunin í Bandaríkjunum sem er núna búin að vara í næstum því mánuð, hún getur nú svo sem sett eitthvað strik í þann reikninga að reyna að flýta því. En það er óhætt að segja að það hefur gripið sig talsvert óðagott meðal ríkja heims, sérstaklega þeim sem fengu á sig hæstan toll eftir 2. apríl eða Liberation Day, eins og Bandaríkjaforseti kallaði hann. Og það hefur verið viðtekin skoðun meðal hagfræðinga að tollar séu skaðlegir, bæði fyrir þá sem leggja það á og þá sem fá það á sig. Og það verður að segjast eins og það voru settar fram ýmsar sviðsmyndir, flestar annarkvort slæmar, verri eða afleitar fyrir heimsviðskipti og bandarískt efnahagslíf. Og það er skemmst frá því að segja að enn sem komið hafa verstu spárnar ekki gengið eftir, allavega ekki frá bandarísku sjónarhóli. Mánaðarlega tekjur bandaríska ríkisins að tollum hafa margfaldast úr $7 milljörðum í janúar í 30 milljarða í september. Samkvæmt spá myndi tollar eins og þeir núna skila 3 billjónum, það er að segja íslenskum billjónum, triljónum á amerísku, dollari í ríkissjóð á næstu árum og ég nefndi ekki að reikna þeir í Jaris. En verðhækkanir, þær hafa ekki skilað sér eins skarpt og spáð var að hluta til vegna þess að margir innflytjendur höfðu byrgt sig upp af vörum áður en tollarnir skullu á. Og þrátt fyrir að þetta ekki enn orðið eins slæmt og spáð var, þá er ekki þar með sagt að þetta hafi engin áhrif. Helstu greinendur eru að spá meiri verðþrýstingi á næstu mánuðum og það er spurning hvort að það hafi einhver áhrif á viðskiptastefnu bandarískra yfirvalda. Þú spurðir áðan, eða nefndir áðan Daði, hvort að þetta væri eitthvað sem væri bara gert fyrir fjölmiðlana. Nei, ég held að það sé ekki þannig. En Bandaríkjaforseti hefur samt sem áður sýnt að hann er tilbúinn að taka nýjar ákvarðanir ef það sýnir sig eða þykir mjög líklegt að fyrri ákvarðanir skili ekki þeim árangri sem ætlast var til. Og við höfum alveg séð það frá 2. apríl að það hafi verið tilkynnt í tollar. Þeim hefur verið frestað, það hefur komið eitthvað nýtt út, þeim hefur kannski verið frestað aftur. Hann var á fundi í Kína í gær, nú hafa tollar á Kína lækkað eitthvað, hafa verið eftir að vera almennt í 55% en eru held ég núna 45%, það er kannski ekki allir munur á en samt sem áður. Þetta er alltaf einhverju smá hreyfingu. En við getum samt sagt það að enn sem komið
þá samt fátt sem bendir til algjörar stefnubreytingar, enda hefur bandaríska hagkerfið sýnt mikinn styrk á þessum tíma. Hagvöxtur á öðrum ársfjórðungi var meiri en spáð var og einkaneysla jókst 2,5% frá júní 24 til júní 25, sem næstum heilu prósentustigi umfram spár. En auðvitað eru fyrirtæki, alls konar fyrirtæki sem að treysta á vörur og íhlauti frá til dæmis Kína og þeim ríkjum í Asíu sem hafa fengið á sig hvað hæstan toll. Þau hafa fengið á sig högg og við þekkjum slík dæmi hér. Ég meina þið hafið væntanlega séð grein Erlu Skúladóttur í gær, sem að fjallar einmitt þau vandræði sem að fyrirtæki Lauf í, sem að setja upp verksmiðju í Bandaríkjunum, í Harrisonburg í Virginíu, að gera nákvæmlega það sem að forsetinn vill, búa til störf í Bandaríkjunum og þau eru að lenda í einhverjum ótrúlegum jaðaráhrifum af þessum tollum. En við heyrum kannski meira það frá Erlu eftir sem að þekkir þetta út og inn. En þá er kannski spurningin, hvað þýðir þetta fyrir okkur? Eins og sjá má á þessum fyrirsögnum hérna, það hafa viðbrögðin verið mismunandi og það er eðlilegt. Þetta lítur misjafnlega út eftir framleiðslugreinum og að aukir fleira sem hefur áhrif á samkeppnisstöðu útflutningsgreina okkar heldur en bara tollar. Sterk króna og veikur bandaríkjadalur getur líka haft áhrif á verð og þar með eftirspurn. Og svo skiptir þetta alltaf máli fyrir öll fyrirtæki, gott og stöðugt rekstrarumhverfi heima fyrir. Og sérstaklega í svona ástandi, þá getur það haft mjög mikið að segja viðnámsþolið og hversu lengi þau geta haldið út þegar að gefur á bátinn á mörkuðum. Ef horft á innlend áhrif, þá verð ég að segja að það var mjög skynsamlegt af íslenskum stjórnvöldum og í takt reyndar við viðbrögð flestra ríkja að grípa ekki til gagnaðgerða. Slíkt hefði ekki verið vænlegt til árangurs og komið hvað verst niður á íslenskum fyrirtækjum og neytendum. Þegar tollarnir á okkur voru hækkaðir í 15% og það er rökstutt með viðskiptahalla Bandaríkjanna gagnvart okkur á síðasta ári, var eðlilega spurningin, en hvað gerist þá ef viðskiptajöfnuðurinn breytist? Verðum við lækkuð í 10% ef að dæmi snýst við? Við getum sagt ykkur það að við því hafi ekki fengist nein afgerandi svör, en við sjáum að þessu ári þegar merki meiri jöfnuð í viðskiptum milli ríkjanna og að sjálfsögðu munum við fylgja þessari spurningu eftir ef vogarskálarnar halla í hina áttina þegar árið er gert upp. Ég get ekki tjáð mig svo sem nánar hvað er í gangi í þessum málum, en ég get í það minnst sagt að íslensk stjórnvöld að nálgast þetta af mikilli yfirvegun og í samtali við helstu haghafa innanlands. Svo ég segi það svona á kannski annan máta aftur, ég held að sé mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þótt að verði einhverjar breytingar á einhverjum einstökum tollaflokkum, þá er þetta ástand kannski í heildina eitthvað sem mun alls ekki hverfa yfir nótt. Við getum litið til hagstæðasta samningsins sem gerður hefur verið að því talið er milli Bretlands og Bandaríkjanna. Hann gekk aðallega út á tilslakanir af hálfu Breta sem eru samt gegnumgangandi með 10% toll eins og þeir voru eftir 2. apríl. Forsetinn, hann er einfaldlega að fylgja yfirlýstri stefnu og enn sem komið er virðist dæmið komið til plús. Og þá má heldur ekki gleyma því að þótt Bandaríkjamenn hafi kannski mismunandi skoðanir á aðferðum sem er beitt og finnst skrítið að sjá helstu bandamönnum stillt upp við vegg, þá segir fólk oft í 2 manna tali að forsetinn hafi hitt á mál sem kjósendur hans og jafnvel sumir andstæðingar líka tengja við að verja bandaríska framleiðslu, toga fjárfestingu aftur heim og skapa ný og helst vel borgandi störf. Við skulum því ganga út frá því að þetta sé heimur sem við búum nú í og þurfum að laga viðskiptaáætlanir að. Ég sagði ykkur í upphafi að ég hefði eitthvað verið að bögglast með titil á þessu erindi og eitt af því sem datt í hug í upphafi var allt í sóma í Oklahoma sem að skýri sig kannski enn betur eftir smá stund. Að sumleiti að því ég hef mikið dálæti á lukkuláka og svo stundu þegar maður hugsar einhverja hluti þá fer hugurinn bara eitthvað og endar á einhverjum svona setningum eða fyrirsögnum eða titlum. En ég sem sagt í samskipti mínu við skipuleggjendur hér, þá held ég hafi eiginlega hætt við að kalla þetta allt í sóma í Oklahoma og enda á einhverju alveg ofsalega óinnblásnu og mjög leiðilegum titli og sem að ég reyndar frekar ánægð með að þau hafi bara litið framhjá. En sko þegar ég var að raða þessu saman þá var eiginlega það eina sem eftir lifði af þeirri pælingu fyrir utan smásögu sem ég ætla að segja ykkur eftir, er þessi hérna mynd.
af því mér finnst hún bara mjög fyndin. Mér finnst Lukku-Láki mjög skemmtilegur. Þessi bók er reyndar mjög sérstök. Hún fjallar kapphlaupið landnæði í Oklahoma og ástæðuna fyrir því að Oklahoma búar eru kallaðir Sooners sem að þeir einhvern veginn bara hafa faðmað en eru í raun og veru þjófstartarar sem ég held að sé ekkert frábært þannig séð en ok, við skulum bara kannski fara tilbaka aftur. Já, og svo líka bara ef þið voru að spá í það hvort að engin grafískur hönnuður komið að gerð þessari glæra þá er það kannski vegna þess að það kom engin grafískur hönnuður að þessum glærum. En þá er það næsta vers. Þarna erum við erum þetta pínu litla land þarna og við erum meiri segja sennilega of stór miðað við raunverulega stærð okkar því það er alltaf smá skekkja í svona myndum. Og ég nefndi það í upphafi hversu stórt hlutfall Bandaríkjamenn væri af heildar fólksfjölda heimsins. Þeir eru 4% en við erum 0,005%. Og við erum aðeins að saxa á þá. Það er ekki langt síðan að maður gat alltaf margfaldað íslenska stærðir með 1000 til að bera saman við Bandaríkin með höfðatölu sem eru þetta þjóðaríþrótt. En ég nota þennan margfaldara híklaust með námundun en þá og bendi fólki á að þegar við til þess mætum 2 og einhvern fund þá sé þetta eins og við séum 2000 manna sendinefnd. Og jú, við erum örþjóð í samanburði við flestar. Hvort sem maður talar mannfjölda eða útflutningstekjur heldur fólk eiginlega alltaf að maður sé að gleyma einhverju núllum. En það sem að vinnur með okkur er að einhverja hluta vegna þá erum við ágætlega kynnt. Og mér finnst ég hafa upplifað það í Bandaríkjunum að það sé ákveðin styrkur að vera Íslendingur. Og það er eiginlega alveg ótrúlegt hversu góða ímynd Ísland og Íslendingar hafa þar. Og við getum örugglega þakkað það ýmsu, hvort sem það eru listamennirnir okkar á ýmsum sviðum, kynningu í gegnum kvikmyndir og sjónvarpsþætti, ferðaþjónustunni, íslensku fyrirtækjum, fræðimönnum eða bara alls konar Íslendingur sem eru út allt að bera hróður okkar við það. Og ég var svo heppin að geta farið með Kerecis til Oklahoma í september. Þar sem þau eru í samstarfi við háskólasjúkrahúsið við Oklahoma borg og þessi mynd þarna er af læknunum og viðskipta efnahagsráðherra Oklahoma sem kom á satt fundinn og fólki þarna frá ýmsum svona, hvað heitir þetta, hröðlum, segjum að það, hröðlum. Og já, einmitt, þetta var allan að skemmtilegi dagar og það sem að gerist þarna er það að læknirinn sem er þarna í hvítu fötunum og mjög glaður, hann stendur fyrir verkefni sem gengur út á að þjálfa úkraínska lækna í ýmsum skurðagerðum. Og til þess notaði meðal annars sáraroðið frá Kerecis. Og stuðningur Kerecis við þetta verkefni hleypur á milljónum dollara og maður verður svolítið stoltur og þakklátur þegar maður sér hvaða slagkraft íslenskt hugvit hefur út í hinu stóra heimi. Og ég ætla kannski að nefna það svona í forbifartinni hérna, að því að fréttir af Bandaríkjunum eru oft svolítið einsleitar, að í Oklahoma er til dæmis ekki verið að slá af í rannsóknum. Þau eru með áformum að ráða núna 150 nýja starfsmenn til að vinna að vísindarannsóknum. Svona ef einhver hér er að leita vinnu, þá vitið þið það, þið getið bara haft samband við the University of Oklahoma Health Sciences. En aftur að Kerecis. Vara Kerecis er náttúrulega frábær. Hún er dæmi íslenska uppfinningu úr hliðarafurð sem er núna virði þyngdar sinnar í gulli eða allt að því. En samkeppnin í þessum bransa er ekkert auðvelt. Og það þarf eitthvað meira til að ná athygli heldur en bara það að vera með frábæra vöru þó að það sé samt sem áður algjört lykilatriði. Og bæði Guðmundur Fertram og samstarfsmenn hans hafa iðulega sagt að það að vera frá Íslandi og geta notað Ísland við markaðssetningu hafi verið eins konar leynivopn fyrir fyrirtækið. Kerecis fékk líka þróunarfé frá bandaríska varnarmálaráðuneytinu sem skipti ekki máli bara fjárhagslega, heldur það líka ákveðin viðurkenning á vörunni sem hjálpar einnig í markaðssetningu og beinir athyglinni að öðru sóknarfæri, sem er dual use, eða tækni og vörur með tvíþætt notagildi. Við eigum aldrei eiginlega svona einföld og þægileg heiti á eitthvað svona, þetta er alltaf örlítið flóknara. Ástæðan fyrir að ég er með þessa hérna, þannig að ég er komin á aðra ráðstefnu, glæru er að Íslandsstofa í samstarfi við utanríkisráðuneyti og samtök iðnaðarins hélt ráðstefnu í vor einmitt þetta efni. Þetta hefur ekkert endilega verið mikið rætt hér svona eiginlega fram að því. Og ég vona að þessi ráðstefna hafi vakið fólk til umhugsunar ýmislegt af því sem íslensk fyrirtæki er að gera, getur auðveldlega fallið undir þetta tvíþætta notagildi. Sérútbúnir bílar, kælitækni eða stjórntæki fyrir báta
geta hæglega haft víðtækara notagildi heldur en að keyra yfir jökul, hraðkæla eldislags eða sigla á íslenskum miðum. Og síðasta vetur þá hefðu fulltrúar bandarísks sjóðs sem að leitar upp tækni á þessu sviði samband við okkur í sendiráðinu og í kjölfarið fóru þeir svo í heimsókn til Íslands til að kanna jarðveginn og eru áhugasamir frekari heimsóknir. Við sjáum því að það geta leynst tækifæri í þessu ef fólk tilbúið að taka stökkið. En það má kannski segja að við Íslendingar höfum í gegnum tíðina haft svolítið tilhneigingu til þess að forðast hernaðarlega tengingu. En það er bara þetta með muninn á heiminum sem við viljum búa í og heiminum sem við búum raunverulega í. Í þeim heimi sem við búum í eru varnir mikilvægar og fjármagnið sem kom til Keresis frá varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna gerir fyrirtækinu kleift að þróa vöru sem ekki bara nýtist við víglínuna í Úkraínu, heldur bjargar fólki með alvarleg sár vegna slysa eða sykursýki frá því að missa útlimi og bjargaði reyndar líka einum bandarískum skallaernir á þessu ári. Þessi frétt, hún fór nefnilega víða í sumar af össunni Keres sem fannst nær dauðaðan lífi í september í fyrra með alvarlegt og illa sýkt sár, ég ætla ekki að sýna ykkur mynd af því sári, sem náði yfir allan annan fótlegginn á henni. En eftir margra mánaða meðferð með sáraróði sem að Keresis gaf, þá náði sér að fullu og var sleppt í tæka tíð fyrir þjóðhátíðardag Bandaríkjamanna í sumar. Og það verður bara að segjast eins og það er ekki hægt að kaupa umfjöllun eins og þessa en hún er mjög mikils virði. En þá er spurningin, hvernig á að nálgast bandaríska markað? Og ég held að það liggi alveg í augum uppi að það eru margir betur til þess fallin heldur en ég að segja ykkur það og margir af þeim eru til dæmis í þessum sal núna. En sumir eru að fulltrúa fyrirtækja sem eiga sér áratuga sögu í rekstri þar. En við höfum lengi átt mikið og gott samband við Bandaríkin og það skiptir okkur máli að rækta það samband og efla, hvort sem er á sviði viðskipta, menningar, vísinda eða varnarmála og það kemur ljós eftir smástund af hverju ég er með allt þetta morgunkornana. Við erum hérna að tala um Íslandi í hinum stóra heimi og hvaða möguleika við eigum, en það skiptir líka máli fyrir aðra og í þessu tilfelli Bandaríkin, hvernig þeim er tekið og hvaða aðgang þeirra vörur eiga að öðrum mörkuðum. Þegar ég er að tala við þingmenn og ýmsa aðra sem eru að spyrja út í þessa hluti, þá vísa ég oft í sameiginlega sögu okkar. Ég byrja á bandarísku hermönnum sem leystu Breta af hólmi í seinni heimsstyrjöldinni á Íslandi, að beiðni íslenskra stjórnvalda og það meira að segja áður en Bandaríkin hófu þátttöku í stríðinu eftir árásina á Pearl Harbor, sem að síðan hafi beint eða óbeint leitt til varnarsamnings milli ríkjanna sem að stendur enn. Hvernig við höfum leitað í vestur eftir vörum á stríðsörunum þegar að siglingaleiðir til Evrópu lokuðust og tekið ástfóstri við ýmis bandarísk vörumerki eins og til dæmis morgunkorn. Ég segi líka að bandarískar vörur séu mun algengari í hillum íslenskra matvöruverslana en í Evrópu almennt og svo auðvitað að það hafi legið uppþótti þegar innflutningur á kókópössu hafi verið bannaður en tíma vegna Evrópulöggjafar og orðið tilefna í frétta í öllum helstu fjölmiðlum landsins. Þetta þykir fólki í alvöru mjög merkilegt. Það er ekkert alltaf stóru hlutindir sem að ná athygli. Það stundum er það bara svona lítil dæmi. Og ég er ekkert alveg viss að við getum fundið allar þessar tegundir á glærunni í íslenskum verslunum, en ég ætla að viðurkenna það bara hér og nú að þær eru held ég allar til í eldhússkáp heima að mér og fleiri til. Það er að segja úti. En svo ég reyna að halda mig við efnið. Aftur að spurninginu, hvernig á að nálgast bandaríska markað? Í fyrsta lagi er sennilega mjög skynsamlegt að horfa ekki á hann sem einn og sama markaðinn. Þetta eru 50 ríki og þótt þeir deili tungumáli, gjaldmiðli og bandaríska alríkinu, þá eru ríkin sjálf á margan hátt ólík. Þannig að til dæmis Norður Dakota og Kalifornía fátt sameiginlegt. Annað ríki er 800.000 manna landbúnaðar og olíuríki, hitt er eitt öflugasta hagkerfi heims, heimili Kísildalsins með öll sín tæknifyrirtæki og með sínar 40 milljónir íbúa fjölmennar en flest lönd Evrópu. Í þessum 50 ríkjum getur skatta- og lagaumhverfi verið ólíkt, bæði hvað varðar einstaklinga og fyrirtæki og það er eitthvað sem er nauðsynlegt að kynna sér vel áður en að haldið er út í óvissuna. Og svo er stundum líka spurning að finna sér það sem við stundum köllum viðmælanda í augnhæð. Reynsla sendiráðsins úti hefur til dæmis verið svo að það getur verið auðveldara að mynda tengsl við smærri ríki Bandaríkjanna. Það eru oft léttar að nálgast yfirvöld, ýmis hagsmunasamtök og kjörna fulltrúa sem getur skipt máli, til dæmis til að koma sjónarmiðum á framfæri við breytingu á lögum og reglum.
Og ég get nefnt sem dæmi að við í sendiráðinu í samstarfi í Íslandsstöðum höfum unnið á því að koma á samskiptum milli jarðvarmageirans á Íslandi og tiltekinna ríkja vestanhafs. Og þar höfum við fundið að þröskuldurinn fyrir okkur iðulega lægri í ríkjum sem hafa svipað sjálfsmynd og við. Að vera ekki eitt af stóru ríkjunum og þurfa að bæta þau upp með einhverjum hætti, til dæmis með því að vera sveigjanlegri eða á einhvern hátt sniðugri en stóru ríkin. Og af því að ég vil helst forðast að alhæfa, þá alveg til ríki sem eru stór og hreyfa sér hratt, allavega á ákveðnum sviðum, en ég svona vona samt að þið áttið ykkur á hvað ég að fara. Svo eru aðrir þættir sem þarf að skoða, en það eitthvað sem þið þekkið örugglega bæði úr fræðunum og eigin rekstri, eins og hversu skalanleg varan ykkar og hversu vel hún hentar á nýja markað. Og þótt það sé gott að vera Íslendingur og við getum oft notað á okkur til framdráttar, þá ekki þar með sagt að það dugi þegar komið út í þessa dýpstu laug neyslusamfélagsins. Bandaríkin eiga heiðurinn af að minnsta kosti þriðjungi alls markaðskostnaðar sem varið árlega í heiminum. Og það eitthvað sem þarf að taka mið af. Markaðssetning og auglýsingar eru mun aggressífari heldur en við eigum að venjast hérna með við Atlantshafið. Þeir eru líka mikið í hefðbundnum miðlum þótt stafrænar auglýsingar séu hratt vaxandi. Sjónvarpsauglýsingar og prentaðar eru mikið teknar. Ég verð eiginlega að segja að ég svolítið farin að sakna X-merkingar í þjóðskrá. Það svo sem engin þjóðskrá í Bandaríkjunum til að láta þessi X-merkja sig í og svo það að geta afþakkað ruslpóst. Það nefnilega eiginlega alltaf veisla ef það kemur eitthvað inn lúguna á Melhaganum hjá okkur. Af því að það gerist eiginlega bara fyrir jólin þegar Alli frænka minn sendi mér jólakort. Og reyndar í morgun þegar við fengum moggan í aldreifingu. En heima hjá mér í Washington þá hef ég ekki tölu á vikulegum bréfum frá tryggingafélögum, fasteignasölum, forsamþykktum kreditkortum og alls konar öðrum auglýsingablaðinu sem enda bara beint í ruslatunni. Og þetta sem þið sjáu hérna, þetta uppskera gærdagsins sem ég smelti mynd af áður en ég fór í flug. Þetta alveg ótrúlegt. Og gott skuli vera hérna dagið, vegna þess að þetta hérna, þessi klæri sérstaklega fyrir þig. Þetta mynd sem ég fékk af Business Insider, því mér fannst þú svolítið lýsandi. Ef við veltum því fyrir okkur, hver niðurstaðan af þessu öllu saman? Fyrir mörgum bandarískur markaður hinn heilagi gral. Ef maður meikar það á bandaríkjamarkaði, þá maður búinn að ná lokatakmarkinu. Samkeppni þar gríðarlega hörð og vinnusemi mikil. Við höldum alltaf að við vinnum mikið og stjórnendur alls staðar gera það svo sem og fullt af fólki vinnur alveg helling. En stytting vinnuvökunnar hugtak sem ég held að sé tiltölulega óþekkt vestanhafs. Ég spurði til dæmis þreytulegan aðstoðarforstjóra stórs flugvallar í sumar hvort að álagið væri sérstaklega mikið á sumrin. Og hún sagði, nei, þetta nú eiginlega alltaf frekar svipað. Og ég sagði, ok, hvernig þá vinnuvikan hjá þér? Og hún sagði, já, ég yfirleitt með allavega 12 tíma vinnudag. Já, ok, þetta svona 60 tíma vinnuvikur hjá þér? Nei, sagði hann, það náttúrulega laugardagar líka. En svo reyni ég að vinna heima á sunnudögum, sagði hann. En fyrirgefðu Daði, nú kemur að líkingunum. En svo þið þekkið væntanlega hér, flest öll í þessum sal, að fyrirtækjarekstur og kannski sérstaklega frumkvöðlastarfsemi svona blanda af langhlaupi og sprettum. Og akkúrat núna myndi ég hugsa bandaríska markaðinn sem hindrunarhlaup, en með hindrunum sem ekkert alltaf fyrirsjáanlegar. Sumar þekkjum við eins og þá að Íslendingar hafa enn ekki aðgang að sömu vegabréfa áritunum fyrir fjárfesta og stjórnendur og flestar samkeppnisþjóðar okkar í Evrópu, áritanir sem kallast E1 og E2. En við eigum sem betur fyrir hauka í horni í báðum deildum bandaríska þingsins sem lögðu fram frumvörp á síðasta kjörtímabili til að fá því breytt og hyggjast sæta færis á þessu kjörtímabili líka. Það reyndar ekki að hjálpa að sér rekstrarstöðum, það gerist voða lítið akkúrat núna í báðum deildum þingsins. Svo ýmislegt annað sem getur komið óvænt upp, eins og til dæmis þessar breytingar á tollum og gríðarlegar gjaldahækkanir á áratugunum eins og forsetinn tilkynnti í september á áratugunum fyrir sérfræðinga. Þetta svokallaða H1B-vísa sem kostar núna $100.000. Það urðu reyndar stór tíðindi í vikunni þegar viðskiptaráð Bandaríkjanna sem sennilega stærstu hagsmunasamtök Ameríku höfðuðu dómsmál vegna þessar breytingar þar sem þau halda því fram að forsetinn hafi farið út fyrir valdsvið sitt. En það tekur einhver tíma frá niðurstöðu í þá mál og það ekkert hægt að segja fyrir það hvernig það endar. En svo líka það eru til aðrar áritanir sem eru mögulegar fyrir starfsfólk og svo má líka líta til þess að það hafa svo sem alltaf fengið færri en vilja í þessu H1B lotteríi. Og ég mæli bara með því að ef þið hyggið á landvinninga í Bandaríkjunum og að flytja út starfsfólk að
leita einhver góðra ráðgjafar hjá lögfræðingur sem var sérhæfis í þessum málum. En svo hérna í lokin, ekki akkurat að vera konar 30 mínútur, ekki það sem ég átti að gera. Mér langar að sýna ykkur stutt brot, myndbrot hérna í lokin sem var bara eiginlega, hefur ekkert beint tengsl við þetta en samt, þetta eitthvað svona sem Algrímur taldi að ég hefði áhuga á og þá kannski þið líka. Ég vona við sem við hljóð. Do most of the bands sing in English or in Icelandic? Icelandic. Is that a good language for pop music and for rock and roll? That's not the point. Any language is good for pop or rock music. As long as you got something to say. Þetta nefnilega alltaf góður punktur. Þetta sem sagt þegar sykurmólarnir voru að meika það út í einu stóra heimi og ég er búin að horfa mjög mörg viðtöl við þau. Það kannski þess sem Algrímur alltaf að senda mér eitthvað svona. En þau fengu mjög oft spurningar það hvort það var eitthvað sérstaklega íslenskt sem kæmi í gegnum tónlistina þeirra. Og Sigtryggur Baldursson sem var þarna, hann var líka í þessu viðtali. Hann var svo sem bara þarna að ná þennan, þið sjáu þarna fótinn hann í horninu, það það sem þið sjáu það því. En hann sagði sem sagt að það mætti kannski, ef grannt væri hlustað að heyra í urrandi íslenskum kindum, þau svöruðu stundum svolítið út í hött, en þau voru bæði á því að þau væri bara tónlistarmenn og það sem væri íslenskt við þau væri að þau væri Íslendingar og það væri allt og sumt. Það er kannski ekki alveg rétt en samt, ég held að megi yfirfæra þetta yfir á íslensk fyrirtæki erlendis, vegna þess að þau sem hafa náð árangri hafa gert það vegna þess að þau eru með frábæra vöru og frábært starfsfólk. Það er grunnurinn. Svo koma alls konar aðrir hlutir ofan á, en þetta er það sem þarf alltaf til. Frábær vara, frábært starfsfólk. Og að því sögðu þá kannski spillir ekki til þess að skapa sér sérstöðu að vera frá fámennri eldfjalla eyju í Norður Atlantshafi ef allt hitt er til staðar. Takk fyrir mig og gangi ykkur vel í samkeppninni. Já, takk fyrir, Sveinhildur, fyrir að draga upp bara mjög skýra og góða mynd af ástandinu. Og við munum eflaust ræða sérstaklega Bandaríkin og stöðuna þar í panel hér á eftir. Og þá fáum við bara reynslusögur frá nýsköpunarfyrirtækjum bara sem er að starfa í Bandaríkjunum hvernig gengur í þessu ástandi og í þessum nýju aðstæðum. En hvar liggur íslensk nýsköpun? Við ætlum að ræða það næst og þá er ágætt að skoða bara hvar er verið að gefa út einkaleyfi og hún Borghildur Erlingsdóttir, hún er bara að gefa út nýja skýrslu. Hún ætlar að kynna hana núna, hún er forstjóri Hugverkastofu og þá sjáum við dálítið hvar nýsköpunin er. Þetta er sem sagt ný skýrsla og hvernig samanburðurinn er til dæmis við Norðurlöndin. Borghildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir og góðan daginn, ráðherra, sendiherra og aðri góði gestir hér í salnum. Ísland er mjög skapandi þjóð og Íslendingar og við eigum auðvelt með að vera hugsa út fyrir ramman og eins og ráðherra Daði sagði hérna áðan að þá ein af auðlindum Íslands er bjartsýni sem að mér finnst ansi skemmtilegt að hugsa til og við erum líka ansi úrræðagóð og við erum sveigjanleg. Og við höfum verið núna á liðnum árum og þá hefur efnahagslífið verið mjög auðlindadrifið og við höfum aðalstóðirnar eru sjávarútvegurinn, stóriðjan og ferðaþjónustan. En hugverkaiðnaður hefur verið að auka allhressilega við sig og skapa gríðarleg verðmæti. Nú vantar mig hérna eitthvað á skjáinn. En það sem að ég ætla að gera er að tala aðeins er að við hérna á Íslandi, já takk fyrir, maður er svo vanur að þurfa að gera neitt hérna, takk. Það sem að ég ætlaði að tala líka er að í þessu samhengi að þá eru við aðeins eftirbátur, sérstaklega Norðurlandana, þegar kemur að því að nota þennan kraft og þá sérstaklega varðandi hugverkavernd og hvernig við nýtum tækniþróun, útflutningur á þekkingu og fleira og þetta kemur glögglega fram í nýútkominni vísitölu, nýsköpunarvísitölu Alþjóða hugverkastofnunarinnar, fyrir aðeins nánar yfir það á eftir.
En nú ætla ég aðeins að tala hvar tækifærin geta verið. Tækifærin geta meðal annars verið í hugverkavernd og þá sérstaklega einkaleyfavernd. Og þar getum við skapað okkur ákveðna sérstöðu og tækifæri og það má eiginlega segja að einkaleyfi, eins og almennt talað patent svona á ensku eða bara svona í alþjóðlegu samhengi, að þau eru svona eins og sáttmáli á milli uppfinningamannsins og samfélagsins. Og þau geta verið gríðarlega öflugur hvati í nýsköpun, þetta tímabundin vernd sem virkar þannig að þú opinberar uppfinningu þína gegn því að fá einkarétt og gegn því ertu opinberana þannig að allir aðrir geta kynnt sér og byggt ofan á og svo framvegis. En við á Hugverkastofunni, við tókum saman upplýsingar stöðuna á birtum íslenskum uppfinningum eða birtum einkaleyfum í eigu íslenskra fyrirtækja á 20 ára tímabili frá árinu 2004 til 2024 og gerðum samanburð við hin Norðurlöndin. Þessi skýrsla, tölfræðin, unnin af Nordic Patent Institute en skýrslan sjálf unnin af Eiríki Sigurðssyni sem samskiptastjóri hjá Hugverkastofunni. Og þessi skýrsla hún tekur út ákveðna greinar atvinnulífsins, meðal annars endurnýtanlega orku, matvæla, tækni, líftækni, lyf, tölvutækni og fleira. Það sem við erum að skoða hérna sérstaklega uppfinningar og ég vil bara svona gera aðeins grein fyrir þessu að við erum ekki að skoða fjölda einkaleyfis umsókna sem slíkar heldur fjölda uppfinninga. Og við erum að skoða svokallar einkaleyfa fjölskyldur þannig að einkaleyfa uppfinning getur verið nokkur einkaleyfi og það eru svokallar einkaleyfa fjölskyldur ef þetta byggir á sömu uppfinningunni. Og þetta svona svo aðferðafræði sem almennt notuð, það má vera fyrirtæki nýtist við aðra aðferðafræði og telji fjölda einkaleyfis umsókna en svona þetta unnið í þessari skýrslu. Við erum sem sagt að gera samanburð við Norðurlöndin og lítum þarna á helstu geira eins og ég ætla að fara nánar yfir. Nú fjöldi íslenskra einkaleyfisumsókna hann hefur verið nokkuð stöðugur á milli ára á síðustu 20 árum, það engar svona stórar harkalega sveiflur og nú ætla ég aðeins að fara yfir það hvernig við tengjumst Bandaríkjunum að flestar umsóknir eru fyrst lagðar inn í Bandaríkjunum og það áhugavert. Flest íslensk fyrirtæki kjósa að fara þessa leið og þetta byggir á einhverjum hagsmunum og það kannski áhugavert að segja frá í þessu tilviki líka að svona við skoðum stóru myndina hvernig sækja Bandaríkin til Íslands að þá eiga bandarísk fyrirtæki tæplega 40% af öllum einkaleyfum sem eru í gildi á Íslandi. Þetta svona ekki alveg, þetta svona hátt í 40% og hér á Íslandi eru í gildi 9.300 einkaleyfi og þannig að þið sjáu hvernig þetta En því miður að þá eiga íslensk fyrirtæki svona innan við 1% af þeim einkaleyfum sem eru í gildi á Íslandi. Þannig er myndin. Ef við skoðum vörumerki, hvað vörumerki eru í gildi af því þau eru líka auðvitað hugverkaréttindi að þá eiga bandarísk fyrirtæki 25% af öllum vörumerkjum sem eru skráð á Íslandi og eru í gildi og það í kringum 65.000 vörumerki í gildi. En íslensk fyrirtæki og íslenskir aðilar eiga þarna rúmlega 10% af þeim vörumerkjum sem eru í gildi. Nú ef við skoðum hérna bara stóru myndina af því hvernig Ísland eða íslenskar einkaleyfisumsóknir, fjöldi birtra einkaleyfisumsókna í samanburði við hin Norðurlöndin, að þá sjáu þið að við erum hérna eiginlega á botninum, það rauða línan, en núna Noregur komið rétt undir okkur þannig að við rétt skríðum yfir Noreg. Og þetta alveg í samræmi við þessa vísitölu sem ég var að vísa í áðan, nýsköpunarvísitölu sem Alþjóða hugverkastofnunin í Genf gefur út árlega, þar sem eru 140 ríki sem eru skoðuð sérstaklega, að þar eru við í Íslandi í 24. sæti og Noregur í 20. sæti, en hins vegar eru hin Norðurlöndin, þau eru ansi ofarlega á listanum. Svíþjóð í öðru sæti, Finnland í 7. sæti og Danmörk í 9. sæti. En við getum gert betur. Við höfum verið á betri stað í þessari vísitölumælingu. En ef við skoðum einstaka geira, að þá mjög ánægjulegt að segja frá því að Ísland
langt best í heilbrigðistækni. Og við erum þarna rauða þykka línan sem þarna efst. En það má segja að það eitt fyrirtæki sem algjörlega leiðandi í þessum umsóknarfjölda og það Össur. Og það verður gaman að hlusta hér eftir á forstjóra Emblu í pallborðinu. En þetta algjört, það ánægilegt að sjá þarna skora verst. Og ef við skoðum sem sagt, fjölda birtra einkaleyfisumsókna, þetta eru 19 fyrirtæki sem eiga flest birt einkaleyfi, að þarna Össur alveg langsamlega stærstur og eftir kemur Decode vegna þess að við erum að skoða náttúrulega 20 ára tímabil, erum að skoða aftur í tíman og þarna Marel líka frekar ofarlega. En það eru ekki öll fyrirtæki, við viljum bara taka það fram að því að við erum hérna náttúrulega með önnur fyrirtæki í dag sem eru til dæmis eins og Lauf og Carbfix líka, Oculus og fleiri fyrirtæki sem eru ekki endilega þarna á listanum, en það eru þetta þau bara 19 efstu í röðinni yfir flestar uppfinningar. Nú, við skorum ágætlega þegar kemur á matvælatækni. Þar eigum við næst flestar umsóknir og það má segja að það sé Marel sem svona stærsti aðilinn þar og líka Valka, en við töldum, í raun og veru teljum við einkaleyfi Völku, bara sem einkaleyfi Marel, þar sem að Marel hefur keypt Völu og Völku og þau einkaleyfi sem því fylgja. Nú, það eru nær engar umsóknir í eigu Íslands á sviði endurnýjanlegrar orku. Og þarna sjáum við hvernig Danirnir eru langefstir. Þeir í raun og veru urðu leiðandi í vindorku frá árinu 2008 og það má sjá mikinn stíganda hjá þeim þarna í fjölda einkaleyfisumsókna. Auðvitað eigum við öflug fyrirtæki eins og Carbfix og Carbon Recycling International, en við erum bara með fáar, við erum ekki að nýta til dæmis þessa tækni nógu vel að því leyti að vera að venda hana með einkaleyfum. Nú, það mikil fækkun í umsókna í líftækni og það má sjá aftur að við vorum að ansi ofarlega á tímabili og það aftur það Decode sem var kannski ein af ástæðunum fyrir því. Ég ætla líka að segja, þegar við erum að skoða þessa tölur, þá erum við að skoða þetta á sem sagt, hverja milljón íbúa. Við erum ekki að mæla þetta í jaris. Þannig að, en svo ef við skoðum hérna lyfjafræðina, að þá erum við að pari við Noreg og Finnland, við erum hérna neðarlega, en aftur það Decode sem hafði sennilega þessi áhrif. Og auðvitað eigum við stór fyrirtæki eins og Alvotech, en Alvotech svona í grunninn samhitalyfja fyrirtæki og byggir þar að leiðandi ekki sína starfsemi á því að vera að sækja einkaleyfi. Nú, og svo það tölvutæknin eða hugbúnaðargeirinn og þar svona hægur stígandi hjá íslenskum fyrirtækjum. Það í raun og veru bara það sem þessi mynd gefur til kynna. Nú, þetta eru svona aðaltölurnar sem við lásum út úr þessum niðurstöðum, þessari tölfræði sem Nordic Patent Institute tók saman fyrir okkur og áhugavert að segja frá því að við gerðum svona eins nákvæma rannsókn og við getum gert með því að skoða uppfinningamenn, heiti uppfinningamanna og bara endan, son eða dóttir, að þá kemur í ljós að það rétt rúmlega 10% uppfinningamanna konur. Og það á alþjóðavísu að þá minnir mig að það sé hátt í 16% uppfinningamanna eru konur. Þannig að þar eru við eftirbátur. Nú og svo til þess að aðeins að fara við hvaða áhrif þetta hefur, að þá hafa tekið hérna út niðurstöður og skýrslu sem unnin var í European Patent Office sem Ísland aðili að og evrópsku hugverkastofunni, hugverkastofa Evrópusambandsins. Það eru unnið þetta saman þessar tvær stofnanir og þar kemur fram að það eru 20% hærri tekjur starfsmanna hjá fyrirtækjum sem eiga skráð hugverk og lítil og meðalstór fyrirtæki sem eiga skráð hugverk skapa 68% hærri tekjur og fyrirtæki í hátækniiðnaði sem eiga einkaleyfi
eru 110% líklegri til að vaksa. En það sem ég myndi segja væri líka mjög áhugavert og skiptir miklu máli, að það eru 10 fyrirtæki sem eiga hugverk sín vernduð og með einkaleyfum, eru 10 sinnum líklegri til að fá fjármögnun. Nú hérna lokum þá ætla ég að leyfa mig líka eins að tala Kerecis, örstutt, og það áhugavert að segja frá því og eins og flesti þekkja að þá fyrirtæki Kerecis var það fyrsta íslenska fyrirtæki til þess að verða svokallar einhyrningur þegar fyrirtæki var selt til Coloplast fyrir meira en milljón bandaríkjadollara, milljarð fyrirgefið. Nú það svo að einkaleyfin sem að Kerecis átti, og þið þekkið það að Kerecis framleiðir úr afgangsfiskroði framleiðir þessi sáraplástra, þessi efni, sáraumbúðir sem að nýtast mjög vel, að það seldi byggir á hugviti og einkaleyfum, og það má segja að einkaleyfin, þegar þau voru færð yfir til Coloplast í Danmörku frá Íslandi, að þá voru þau keypt á yfir milljarð bandaríkjadollara sem að þýðir að ríkið fékk 40 milljarða vegna tilflutnings á þessum hugverkaréttindum. Þannig að þið sjáu að það eru margir sem að geta notið fjárhagslegs ávinnings af svona starfsemi, svona verðmætasköpun. Nú, svo það líka að segja frá því að sennilega hefði Kerecis aldrei orðið fyrsti einhyrningur ef ekki hefði verið fyrir einkaleyfin sem þeir hefðu átt. Og ég veit að ég hef sagt það hérna í þessum sala áður að sennilega hefði Vestri ekki orðið bikarmeistari í fótbolta nema væri fyrir Kerecis. Að lokum að þá ætla ég hérna leyfa mér að setja á skjáin ummæli 4 forstjóra sem eru fyrir leiðandi fyrirtæki í hugverkaiðnaði og ummæli þeirra það hvaða máli það skiptir að eiga einkaleyfi. En öðru leyti, takk fyrir mig. Herðu, við erum aðeins hérna farið fram á áætlun og vanalega endar þetta þing á því að við veitum hérna nýsköpunarverðlaun og hann Daði Már ætlar að gera það. Þannig ég var bara að spá í að svo panelin sé ekki 5 mínútur að byrja þá bara á því að veita nýsköpunarverðlaun. Hvað segir salurinn þá? Ef við ekki að taka tillit til Daða Más. Þannig að þá förum við bara í það að veita nýsköpunarverðlaun í 30. sinn. Gjörðu svo vel, Daði. Takk að þið fyrir. Já, hérna, góði gestir, Svanhildur nýttu þetta tækifærið og gerði grín að mér fyrir fullyrðingar mínar íþróttaiðkun, en ég semst á hlaupum í dag, aldrei þessu vant, þó að það sé mér auðvitað þvert geð og ég mjög þakklátur stjórnendum fundarins og aðstandendum fyrir að gera hnika dagskráni til. En eins og fram hefur komið þá veitum við nýsköpunarverðlaun eru veitt núna í 31. sinn og að verðlaununum standa, þeir sem standa að fundinum, Nýsköpunarsjóðurinn Kría, Íslandsstofa, Hugverkastofan og Rannís. Og í dómnefnd sitja fulltrúar þeirra sem standa að verðlaununum, en á þessu ári var tekin upp svo nýbreytni að fulltrúar Carbfix og Pay Analytics komu inn í dómnefndina á síðari stigum, en það eru þau fyrirtæki sem hlutu verðlaunin síðustu 2 ár. Tilgangurinn með verðlaununum að vekja athygli á mikilvægi nýsköpunar og aukinnar verðmætasköpunar í atvinnulífinu á grunni rannsókna og hugvits. Góði gestir, í ár væri fyrsta sinn leitað til almennings varðandi tilnefningar og alls bárust 119 tillögur sem frábær árangur. Þegar nýsköpunarfyrirtæki ársins valið lagt til grundvallar hvort fyrirtækið sé sprotafyrirtæki og síðan nokkrir þættir í rekstri þess, svo sem ný tækni og framúrskarandi þróunarstarf, árangur á markaði, stjórnun nýsköpunar,
eignaréttur á hugverkum, líkur á vexti og hvort að fyrirtækið sé öðrum fyrirtækjum góð fyrirmynd. Verðlaunagripurinn stytta af frjósemisskoðunu Frey eftir Hallstein Sigurðsson myndhöggvara sem aðeins hefur nú verið vikið hér að eðlilega kannski pínu augrandi. Nýsköpunarfyrirtæki ársins verður svo framlag Íslands til nýsköpunarverðlauna Norðurlandana sem veitt í Oslo næsta vor. Það mér mikil ánægja að greina frá því að nýsköpunarverðlaun Íslands árið 2025 hlýtur Heffring Marín. Ég óska aðstandendum Heffring Marín innilega til hamingju. Í umsögn dómnefndar segir: Heffring Marín var stofnað árið 2018 og hefur þróað og markaðsett snjallsiglingakerfi sem nýtir rauntímagögn til að bæta öryggi, eldsneytisnýtingu og rekstur báta og smærri skipa. Kerfið nýtir gervigreind til að vinna úr mjög fjölbreyttum gögnum í rauntíma frá ýmsum búnaði borð í bátum og skipum og breyta þeim í leiðbeinandi upplýsingar fyrir skips- og flotastjórnendur. Fyrirtækið hefur skapað sér traust á erfiðum og tiltölulega lokuðum markaði, tekjur fyrirtækisins hafa aukist hratt og margir samningar í farvatninu. Framtíðarsýn þess skýr og möguleikar á uppskölun mjög góðir. Allt þetta gerir Heffring Marín að efnilegu fyrirmyndafyrirtæki sem á alla möguleika á að tryggja sér alþjóðlega lykilstöðu innan síns geira. Það mat dómnefndar að Heffring Marín sé verðugur handhafi nýsköpunarverðlauna Íslands árið 2025. Við munum nú sjá stutt myndband nýsköpunarfyrirtæki ársins til þess að kynnast því aðeins betur og meðan það að spila vil ég biðja stofnendur Heffring Marín þá Karl Birgi Björnsson, Björn Jónsson og Magnús Þór Jónsson að koma hér upp á svið og veita verðlaununum viðtöku. Heffring Marín hefur þróað lausn sem heitir IMAS, Intelligent Marine Assistance System. Það sem það gerir að það sækir gögn öllum búnaði borð, greinir þær upplýsingar og rauninni hjálpar skipstjórnum að taka ákvarðanir sem að annars góður og reyndur skipstjóri myndi taka. Tekur síðan allar þessar upplýsingar, þar með telja ákvörðunina sem kerfið tók og ákvörðun skipstjórnenda og færir þær fyrir framan fólk sem ekki borð. Þannig að allir sem bera ábyrgð á flotanum, hvort sem þessi flotastjóri, tæknistjóri eða hver annar, hafi allar þessar upplýsingar fyrir framan sig til að bæta öryggi áhafnarinnar og farþega og flotinn sé rekinn á eins hagkvæman hátt og hægt Varðandi hugverkaréttindi þá erum við náttúrulega með fjölmörg einkaleyfi, einkaleyfi á lausninni sjálfri, einkaleyfi á hugbúnaðinum sem knýr hana. En svo það sem að vera okkur fyrst og fremst eru gögnin. Varðandi styrkið, fyrsta fjármögnunin sem að fyrirtæki fékk var frá Rannís, frá Tækniþróunarsjóði. Og það hélt okkur flotið, það hélt okkur gangandi. Það gerði þetta verkefni raunverulegt og hélt lífi í fyrirtækinu til þess að gera okkur kleift að fara fyrir fram að fjárfesta sem á þeim tíma var þá nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og við værum ekki hér í dag hefði það ekki gerst. Verkefnin sem við erum að leysa í dag eru mjög fjölbreytt. Þannig að við vinnum með viðskiptavinum sem eru að leita á björgun, sem reka vinnubáta, hvort sem eru lóðsbátar eða fiskibátar og þjónustubátar fyrir vindmyllugarða sem dæmi. Við vinnum líka með mismunandi hersveitum í Evrópu og Bandaríkjunum. En svo erum við líka núna í skemmtibátum. Og lausnin í dag í rauninni fullkomið tól fyrir fyrirtæki stofnanir sem reka flota. Það í rauninni kerfið sem við erum með í dag. Þannig að nánast allt sem við höfum gert hefur verið í Evrópu, Bandaríkjunum og í Kanada. Og í Evrópu erum við í Norðurlöndunum, Noregi fyrst og fremst, en líka Svíþjóð, einhverju leyti í Danmörk, mikið í Hollandi, Bretlandi, Ítalíu, en svo erum við líka með þó nokkuð mikið af viðskiptavinum í Kanada og í Bandaríkjunum.
Að fá nýsköpunarverðlaunin veitir okkur innblástur inn á við og setur okkur líka í mjög flottan hóp meðal mjög, suma flottustu fyrirtækjum Íslands og gerum okkur alveg fullilega grein fyrir því hvað fyrirtæki hafa fengið þessi verðlaun áður og það veitir okkur innblástur og svona hvetur okkur áfram inn í framtíðina til að gera meira og halda áfram. Það sem við sjáum fyrir okkur er við verðum í rauninni heilinn borð í hverjum einasta bát. Hingað til hefur þessi iðnaður verið keyrður áfram á vélbúnaði en til þess að mæta þörfum framtíðarinnar sem mun meira byggð á gervigreind, á sjálfsiglingabúnaði, þá þarf að keyra þetta áfram á gögnum og það er að keyra þetta áfram á hugbúnaði. Okkar helsta markmið hjá Heffring, sem við höfum alltaf haft að leiðarljósi, er að gera líf sjómanna öruggari og einfaldari. Allir þrír bara hérna. Já, Magnús, þú líka. Takk kærlega. Já, allt og þessu. Takk kærlega. Já. Takk fyrir. Það segja að... Já, fyrst ég menn þetta á mér, þá vil ég bara fyrir hönd, bara Heffring Marine, okkar allra, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir okkur, þakka kærlega fyrir þessi verðlaun og þennan heiður. Og ég var hérna nú í fyrra og talaði þá markaðssetningu fyrirtækisins sem bara síðan þá hafa verkefnafjöldi og tekjur fjórfaldast. Þannig að það er mjög mikið að gerast hjá okkur. En þegar við byrjuðum, þá var þetta ekkert sérlega augljóst. Við vorum að byrjaði sem rannsóknarverkefni í rauninni. Þar sem við höfum bara ákveðna sérþekkingu í ákveðnu vandamáli sem voru högg og slys í hárhraða bátum. Þannig að þegar við síðan uppgötum að þetta sé lausn sem að gæti orðið að fyrirtæki og gæti orðið að vöru sem við getum selt, þá var ekki allir endilega sem sáu það út af því að þetta er ekki sérlega augljós bransi ef þú þekkir hann ekki. Þannig að fyrir okkur var gríðarlega mikilvægt að hafa stofnanir á borðið Rannís og að geta síðan nálgast nýsköpunarsjóð hinn Kríu, eða atvinnulífsins á þeim tíma, til að koma og styðja við svona fyrirtæki eins og okkur og geta hjálpað okkur að byggja þetta upp. Því að það gefur okkur síðan tækifæri að fara með þetta út og síðan nálgast fjárfesta annar staðar og nálgast markaðinn til að gera þetta því sem þetta er orðið í dag. En ég vil bara þakka kærlega fyrir okkur og fyrir þessa viðurkenningu. Og ef það er í lagi, þá væri ég alveg til í að kalla upp allt heimið og því tókum það öll með okkur. Allt heimið. Good. Já, það er einhver að halda á þessu. Það er komið nær. Takk fyrir. Til hamingju með þetta, Heffring Marine. Já, þetta voru smá breytingar og óvæntar aðstæður. Það er alveg í takt við efni fundarins að bregðast við því og það gekk nú bara vel. Þannig að núna förum við í panelinn og ég vona að fundurinn fyrirgefi eða þingið fyrirgefi að við erum aðeins búin að fara fram á áætlun. Og ég vil þá kalla
ykkur fram sem ætlaði að sitja hérna í pallborðinu. Það Tanja Sarov, aðstoðarforstjóri Alvotech, Erla Skúladóttir, stjórnarformaður Lauf Cycles, nýsköpunarfyrirtæki 2021, Sveinn Sölvason, forstjóri og framkvæmdastjóri Embla Medical og Lóa Fatú Einarsdóttir, framkvæmdastjóri rekstrarsvið Good og við ætlum líka að fá Svanhildi Hólm. Gjörðu þið svo vel og fáðu ykkur sæti. Og ég býst nú við því að við séum aðalega að ræða Bandaríkin og þessa 15% tolla. Erla, þú skrifaði mjög góða grein og birtir hana bara hreinlega í morgun ykkar sögu, Lauf Cycles. Viltu aðeins segja okkur bara, draga saman hvað þú ert að skrifa og segja frá? Ykkar stöðu í Bandaríkjunum og núna þessar nýju aðstæður. Þetta bara nær. Svona. Já. Heyrið í mér? Já, ég veit ekki hvað tíminn dugar til að segja, en við erum vissulega ekki að glíma við 15% toll hjá Lauf Cycles heldur 60%. Af því við erum í þeirri stöðu að við flytjum allar okkar vörur inn, þetta er hjólafyrirtæki, við flytjum allar okkar íhluti og ein framleiðslu frá Asíu til Bandaríkjanna og þannig að á einni nóttu hjá okkur, 2. apríl, frelsisdaginn hjá Trump, að þá í raun og veru snerist okkar staða frá því að vera svo besta nokkru sinni. Þetta er fyrirtæki sem hefur fjórfaldað veltu sína á síðustu 4 árum. Veltum hátt í 2 milljörðum á síðasta ári, 35% upp á fyrsta ársfjórðungi og svo brestur á með Trump-tollum. Og í ræðu Svanhildar áðan, frábæri ræðu, að þá talaður 12 tíma vinnudag, 6 daga vikunar. Ég held að við getum talað að við séum búin að vinna sirka allan sólarhringinn alla daga vikunar, sérstaklega auðvitað þessa daga og vikur og eftir þegar tollandi fór hæst hátt í 200% og við þurftum að bregðast við með margvíslegum hætti, meðal annars með því að fresta öllum tollasendingum, slökkva öllum auglýsingum í 2,5 mánuð á hæsta sölutíma ársins frá 2. apríl, frelsisdegi Trump, til 17. júní sem er frelsisdagur okkar Íslendinga. Og þannig að þetta verður haft gríðarlega mikil áhrif á okkur. Fyrstu dagana vorum við eðlilega að rífressa allar fréttasíður oft á dag. Hægt og rólega þá ákveðum við að taka þá stefnu að týna okkur ekki í tollunum frá degi til dags, heldur að einblína á framtíðarsýn fyrirtækisins og að styrkja innviðina, halda okkar striki í vöruþróun og bara bregðast við þessum aðstæðum, standa í lappirnar. Af því að kannski eins og með COVID, þetta var áhugaverð líking hjá ráðherra áðan, þetta er pínu COVID, þetta kemur í bylgjum, maður veit aldrei hvað gerist næst. En ég vona að með sama hætti á COVID að þá hægt og rólega þá fjari þetta allt saman út og hlutirnir ná einhverju heilbrigðara jafnvægi og það er hægt og rólega að gerast hvað okkur snertir. Bæði sjáum við núna fyrst að það er að verða ákveðin verðaðlögun, menn að bregðast við tollunum, samkeppnisaðilar, þannig að höggið verður minna og eins og Svanhildur kom inn að þá erum við með samsetningu í Bandaríkjunum. 97% af okkar samkeppni er ekki eins og með samsetningu í Bandaríkjunum, heldur flytur heil hjól þangað inn. Það er frumvarp fyrir bandaríska þinginu lagt fram af þingmönnum beggja flokka að fella niður alla tolla á alla íhluti til hjólasamsetningar í Bandaríkjunum. Og ef við bara ímyndum okkur það hvað áhrif það hefði á stöðu fyrirtækisins. Tilgangurinn með tollunum er að auka störf í Bandaríkjunum, þið eru að gera það, þið eru að skapa störf. Akkur lendið á þessu jaðarsvæði? Já, akkurat þetta er það sem við kjósum að líta á sem ákveðna svona tollagloppu. Og þess vegna er ég bjartsýn á framtíðina. Í raun og veru að þá í Evrópu og þá hefur verið hár tollur á heil innflutt reiðhjól frá Asíu, en hins vegar hefur verið þessi tollaívilnun fyrir samsetningu til þess að efla atvinnustarfsemi í Evrópu. Og það er auðvitað röksemdirnar á baku þetta frumvarp sem liggur fyrir þinginu og við vonum að á endanum komist í gegn í einni eða annarri mynd. En við erum auðvitað bara, þetta er búið að vera ofboðslega mikið glíma. Það geta allir gert sér grein fyrir því hversu mikið högg það er að á einni nóttu fara í 60% toll og fyrsta ársfjórðungurinn þess árið, það voru 35% pluss frá síðasta ári. Þrátt fyrir allt þetta, þrátt fyrir að hafa þurft að tæma vörugeymslur, slökkva á öllum auglýsingum í 2,5 mánuð á mesta sölutíma, er útlit fyrir að við séum 10% upp á árinu. Og ég bara,
stjórnendur fyrirtækisins, ég er algjörlega gapandi yfir að þið standa ennþá í lappirnar. Þið ætlið að þrauka. Algjörlega, sko. Og ég bara trúi því að framtíð sé björt. Við erum með fulltrúa frá 2 litlu fyrirtækjum og 2 stórum og Sveinn Sölvason, Össur sko Íslandsmeistari í einkaleifum, en hvernig hafið þið brugðist við þessum breyttu aðstæðum? Já, Össur, okkar tilgangur sem fyrirtæki er að veita einstaklingum sem eru með varanlega hreyfanleika áskorun vöru og þjónustu. Og fyrirtæki starfar í 40 löndum, eru með starfsemi í öllum löndum sem er einhvers konar heilbrigðiskerfi. Við framleiðum mest Kína, Mexíkó og hér á Íslandi. Þannig að þessi tollamál hafa breytt algjörlega svona leikreglum fyrir fyrirtæki sem eru í alþjóðlegum rekstri og þetta hefur tekið talsverða orku og við erum að borga á síðasta ársfjórðungi borgu við 250 milljónir íslenskra króna í tolla sem er ca. 1000 milljónir á ársgrundvelli. En við höfum farið í alls konar leiðir til þess að lækka kostnað og eitthvað breytt verðum svona til þess að ná utan þetta. En ég held að, og kannski stóra myndin líka er að þetta taki ekki of mikla orku í fyrirtækinu heldur. Þetta snúist ekki allt þetta og því að í rauninni breytir þetta engu sko hvað það eru margir sem þurfa okkar vörum og þjónustu að halda og þetta mun allt saman finna á endanum eitthvað jafnvægi þó þetta komi sko sé erfiðara fyrir einfaldlega bara minni fyrirtæki sem eru með minni áhættudreifingu. En ég vil nota tækifæri og segja líka að ég held að þetta geti líka verið brýning fyrir okkur hér sem erum í litlu kerfi sem höfum sögulega byggt okkar afkomu á að nýta náttúruauðlindir sem í eðli sínu takmarkaðar. Við ætlum að auka svona viðnámsþrótt og fjármagna þau lífsgæði sem við viljum hafa hér á Íslandi. Þá þurfum við að standa vörðum og setja meiri kraft í nýsköpun. Eins og gaman, mjög ánægður að sjá þessa einkaleyfa statistík á skjánum áðan og þetta sko þrátt fyrir að okkar fyrirtæki hafi vaxið og séð út allan heim að þá slær hjarta hérna á Íslandi og það þessi nýsköpun. Hér þróum við vörur sem að hjálpa milljónum einstaklingum hverjum degi að eiga betra líf og ástæðan fyrir því að við getum gert það er að fá til okkar gott starfsfólk og að umhverfið hér hefur líka verið að þróast í rétta átt. En það er rosalega mikið sem maður má ennþá gera mikið betur og það var gaman að heyra Daða tala á hann að sko atvinnustefnan, að þetta snýðist að auka framleiðni á Íslandi, það mun bara gerast með kröftugu nýsköpunarumhverfi. Og við getum gert miklu betur en það að setja miklu brattari markmið hvað við ætlum að ná langt og hvað þetta á að vera stór hluti af verðmætasköpuninni. Tanja, Alvotech, sko við spyrum ykkar velgengni í Bandaríkjunum. Þið hafið náð gríðarlega góðum árangri í Bandaríkjunum og bandarísku lyfjamarkaði get ég ímyndað mér er mjög harður og strangur samkeppnismarkaður. Hvað segðu mér hvernig þið lítið á hana markað og hvernig þið hafið komið inn á hana markað og svo náttúrulega breytingarnar, 15% tollur. Hvernig hefur það haft áhrif á ykkar starfsemi? Já, sko, í fyrsta lagi lyfjamarkaðurinn í Bandaríkjunum. Bandaríkin eru stærstu lyfjamarkaður heims. 60% af allir lyfjasölu í heiminum er í Bandaríkjunum, sem þýðir tvennt að það er mesta magnið og hæstu verði. Og það er ástæðan fyrir hann svo mikilvægur. En við hins vegar við framleiðum og þróum okkar líf hérna í næsta húsi, hérna í Vatnsmýrinni. Þar erum við með 1000 starfsmenn og við erum bæði að þróa þau og síðan að framleiða þau. Og við fórum inn á bandaríkjamarkað sem snemma síðast ári, 24. Við erum ekki að selja sjálf. Við erum með B2B, þar segja við erum með samninga við 19 sástastaðla meðal hans einn í Bandaríkjunum sem að dreifir fyrir okkur. Þannig við erum aldrei að selja sjálf. En auðvitað sko hvernig hefur þetta orðið lyf eru ennþá og við vonum auðvitað áfram undan þegin. Og það er sögulega bara mikilvægt að muna eftir því að lyf hafa alltaf verið varin af því að þau eru bara talin vera svo mikilvæg fyrir fólk og almenning og sjúklinga í stríðum, í viðskipta bönnum, þá hafa lyf verið undan þegin. Alltaf í rauninni. Þannig að sko, og þau eru það ennþá. Og svo er það eiginlega hitt sem er líka mikilvægt að muna þegar maður hugsa þetta er að þetta eru tvenns konar. Það er Trump tala mikið lyf, lyfjaframleiðendur og hann vil lækka lyfjakostnað til bandaríska. Því bandarískir, hann segir, og það er alveg rétt hjá honum, að bandarískur almenningur borga miklu hærra verð heldur með almenningur annars staðar í heiminum. Og hann segir ég vil lækka það.
og þá í rauninni að sko ráðast á stóru frumlyfi, getum við kallað svona gömlu frumlyfjafyrirtækin. Hann hefur alltaf talað, við erum líftæknihliðstæður, ég átta mig á því að það ekki hugtak sem að venjulegt fólk, það biosimilars líftæknihliðstæður eins og svipuð eins og generics eða samheita lyf, þannig við erum að framleiða ódýrari útgáfur sem þýðir það, aftur heimurinn rational og Trump rational, að þá á hann að vera að hjálpa okkar geira en að ráðast á hinn geiran. Og manstu Svanhildur, þú spurði mig daginn hvort að nýlega svona pólitísk yfirlýsing hefði áhrif á okkur, svar mitt var nei, við erum ekki, við erum alltaf að benda á þetta. Þannig að sko við erum ennþá undan þeim og líka ennþá frumlyfin og við vonumst til þess að svo verði áfram og svo bara fylgjast við með, og að því ég nú lögfræðingur og vinn mikið við fjármögnun og skrifa skráningarlýsingar alls konar áhættu þætti og ég hef skrifað áhættu þetta allt mögulegt, meðal annars jarðskjálfta en ég bjóst aldrei við og ósætti við Kína og stríði Úkraínu og alls konar, ég bjóst aldrei við að þurfa að skrifa áhættu þátt það að Bandaríkjamenn væru áhættan þannig að það var dálítið svona sérstakt, en allavega við erum bara og þetta hefur farið svakalega tími hjá okkur í þetta þegar í vor þegar við vaknum alltaf allir hvað gerist núna og hvað þýðir það, að því að svo segir hann stundum eitthvað en það þýðir ekki endilega að það rati reglurnar og þannig að það er bara að fylgjast með og vera alltaf á tánu, það er einlega þannig sem þetta hefur haft áhrif á okkur. Þannig þú ert náttúrulega hókina reynslu þegar kemur að nýsköpun, varst áður hjá Decode og núna Alvatech. Hvernig eiga bara íslensk nýsköpunarfyrirtæki svona yfir höfuð að bregðast við svona óvæntum breytingum og óvissu? Já sko, þegar þessar íþróttamyndlingingar sem verið í tísku, að þá segi, og það er búið að nefna spretthlaup og alls konar, ég segi bara mitt svar boðhlaup, að nýsköpun boðhlaup, og það þýðir það að það er bæði teymi fyrirtækisins og líka það yfirvalda og af því að við erum oft að tala stutta boðleiðir og það er mjög mikilvægt bara að reyna, þú veist, maður fer alltaf í að gera, sko, tala saman, allir að tala saman, hvað lærið þú í gær, hvað lærið ég í dag, að það er einlega, sko, svarið, og því að, sko, þegar ég skrifaði mína fyrstu útboðslýsingu, þá talandi Ísland og nýsköpun, það var fyrir Decode, það var áhættu þátturinn það var lýsing á íslenska ættfræði, og það var hvernig Decode á þeim tíma byggði á því að hafa aðgang á henni og það var hvernig átti ég að sanna fyrir bandarskum yfirvöldum að það væri mjög góður ættfræði gögn og hvernig sanna ég það. Þannig að þá fór ég og keypti Njálssögu og útgáfu Penguin og sendi hana til bandarska eftirlitsins. Og pointi við svarið mitt er það að þú veist, maður þarf alltaf einhvern veginn stundum, og að því að þið var nefnt áðan með Ísland, það sé gott að vera Íslandingur, ég meina fyrir 20 og eitthvað árum þegar ég var að byrja sko í Decode, þá var það svona, well, there is a country called Iceland and we would like to open a, biotechnology company, would you like to move there and help us, Eiríkur, manstu? En þú veist, þetta sem betur verið allt mjög auðveldara, fólk veit að landið til, þú veist, það eru komið flott fyrirtæki, þannig að, þú veist, við erum svolítið að hætta kannski að velta á mikið fyrir hvað sem er lítil og skrítin, þú veist, heldur bara markar, einlega, þú veist, bara eins og Björk gerði. Það er eiginlega mitt svar, það er eiginlega svarið Bjarkar, ég ætla að gera það mínu, það er ef maður hefur eitthvað að segja, þá bara segir maður það og maður bara heldur áfram baráttunni og tala svo saman, það er boðhlaupið. Þannig að þessar tollahækkanir og breytingar ekki að hafa mikil áhrif á Alvatech, einhver áhrif á Össur, mikil áhrif á ykkur hjá Lauf, en hvað segir þú Lauf, Lóa, hjá Goodgood, hvað er að gera hjá ykkur? Við höfum ekki farið varhuga af þessum tollahækkunum og þetta hefur haft áhrif á okkur. Við framleiðum allar okkur vörur í Evrópusambandinu og flytjum þær þar leiðandi yfir hafið til Bandaríkjanna, en sem sagt 70% okkar veltu fer fram í Bandaríkjunum, þannig að það gefur skilja, og þetta hefur áhrif á allar okkar vörur sem við flytjum þar yfir, þannig að engin undanþága hér. En það sem við í rauninni höfum bara svolítið verið að líta til það er ekkert í boði fyrir okkur að hækka verð. Við erum bara lítil sulta í hillunum við að keppa við 100 ára gömul vörumerkir sem bara eiga hana markað
og við erum ekkert að fara að segja við Walmart, heyrðu, hérna kemur bara 50% hækkun til þín, það kemur ekki til greina. Þannig að við erum bara svolítið að svona anda bara í kviðinn og bara svona fylgjast með þegar kemur að sko verðhækkana hlutunum. Hins vegar það sem að við getum gert og í rauninni bara öll fyrirtæki það að við getum litið í aðfangakeðjuna og við getum skoða tækifæri þar vegna þess að þetta líka svolítið svona hvetur fyrirtæki áfram til þess að svona skoða og lyfta öllum steinum bara hvar mögulega hægt að breyta og því Laug hafi náttúrulega gert mjög góða hluti þar með að svolítið svona hugsa út fyrir það sem þeir eru að gera í dag og hvernig hægt að gera breytingar. Þannig að við höfum svolítið bara verið að leita í á kostnaðarhliðina, séð hvar eru tækifæri þar og svo þurfum við eiginlega bara svolítið að bíða og sjá hvað okkar samkeppnisaðilar eru að gera. Við erum aðeins farin að taka eftir verðhækkunum en svo langar okkur líka bara svolítið að sjá og bíða og hvað það getur gert fyrir okkur að kannski bara að gera ekkert við verðin okkar. En við erum bara svolítið svona einmitt að bíða og sjá og reyna bara allt sem við getum gert svona á kostnaðarhliðinni til þess að komast í móts við þennan aukna 50% toll. Svanhildur, við heyrðum Daða má segja bara áðan að þessar tollahækkanir og þessar breytingar væru bara vondar fréttir, sagði hann. Þú var svolítið að útskýra þetta í víðu samhengi og reyna að fá okkur svolítið til að skilja forsendurnar á bak við þessar breytingar. Þetta stórt og flókið land og þetta eru 50 ríki. Hvað finnst, nú það málið dálítið einhliðmynd að Bandaríkjunum, Trump bara einhver brjálæðingur í augum margra og þessar tollahækkanir bara eru ekki vinsælar hér á Íslandi eða víða í Evrópu. En við þurfum að lifa við þetta, segir þú, og þetta bara svona og við breytum þessu ekki. Þetta annar menningarheimur heldur en Evrópa mörguleyti. Hvað finnst þér svona mikilvægast núna til þess að reyna að skapa traust og tengsl í Bandaríkjunum í þessu ástandi? Þú ert nú diplómat. Já, þess vegna kem ég bara með eitthvað mjög diplomatískt svar. Nei, sko... Við verðum að vinna áfram með Bandaríkjamönnum. Þetta mikilvægasta viðskiptaríkið og nú eru bara mjög breytta forsendur en... Já, þetta mikilvægasta einstaka... Þýðir ekki að fara bara í fílu? Nei, þetta mikilvægasta einstaka viðskiptaríkið okkar og þarna, þetta bara mjög dýnamískt hagkerfi og það ástæða fyrir því að íslensk fyrirtæki leiti inn á bandaríska markað. Ég meina, þarna bara, hvað ég kalla þetta, kaupgetan mjög mikil og það eru þetta aðrir markaðir. Við erum sennilega, ef maður horfir á til dæmis ESB bara sem eitt markaðsvæði, þá erum við sennilega að flytja talsvert meira inn á það heldur við erum að flytja til Bandaríkjanna einna. En það bara eitthvað sérstakt við Bandaríkin, það eitthvað sérstakt við þennan markað. Við eigum þessi miklu sögulegu tengsl við hann, það skiptir okkur að vera í góðum samskiptum, skiptir okkur mála að vera í góðum samskiptum við Bandaríkin í svo mörgu samhengi. Við erum náttúrulega háðum ekki bara ef við tölum efnahagslega heldur líka á sviði öryggismála og við viljum vera í góðum samskipt við það og okkur hefur tekist það í gegnum tíðina og ég get alveg sagt að eins og ég sagði áðan að þrátt fyrir að ýmislegt komi upp á og við höfum auðvitað ekki verið hress og við höfum komið þeim viðbröðum okkar mjög skýrt á framfæri að þá eru samskipti samt sem áður, þau eru góð, þau eru greið, þau eru vinsamleg en þetta ekkert auðvelt og ég ekki að fara að draga ég ætla ekki að fara að draga þrótt úr neinum og ég alveg sammála þess hvernig þið hafið tekið á þessum málum. Ég meina þetta bara ástand sem þarf að eiga við. Þetta hefur eflaust kostað mikla vinnu og mikla athygli fyrir alla en það ekki boðið að leggja árar í bát. Og þá skiptir einmitt líka máli að hugsa þetta svolítið svona æðruleysisbænin því að þetta eitt hvað gerum við gagnvart Bandaríkjunum? Hvernig eru samskipti okkar við þau? Hvað getum við hreyft? En þetta líka pínlítið æðruleysisbænin að sætta sig við það sem maður getur ekki breytt en reyna að breyta því sem maður hefur einhver áhrif á. Og það getur líka verið einmitt þetta umhverfi hérna heima, til dæmis eins og fyrir nýsköpunarfyrirtæki. Ég meina það hefur verið stutt vel við nýsköpun, rannsóknir og þróun hér myndi ég segja minnst síðasta áratuginn og það sem skiptir mjög miklu máli fyrir þessi fyrirtæki að búa við gott og stöðugt umhverfi
og þess vegna held ég að það sé til dæmis eitthvað sem að við getum bara hort ef við lítum í eigin barm, að það eitthvað sem við skulum bara passa upp á, pössum upp á okkur sjálf, pössum upp á okkar eigin fyrirtæki, pössum upp á umhverfi sem við bjóðum upp á og sjáum til þess, svo við förum enn einu svona í þessa íþróttalíkingu, að þau komist í mark, að þau þurfi ekki að gefast upp á leiðinu vegna þess að það verður einhver ágjöf á einhverjum öðrum mörkuðum. Þannig að þú veist, reynum að gera þess að við getum hérna heima fyrir. Ég held að það sé kannski svona, ekki svona, ég ætla að segja ekki kannski fyrst og síðast það sem við höfum að gera, en í það minnst það eitthvað sem við verðum að leggja áherslu. Þetta eru miklu áskoranir. Þú veist líka að benda það að mörg önnur ríki eru að fá miklu hærri tolla, þannig að þetta eru líka tækifæri. Já, það getur alveg verið það, en maður vill einhvern veginn ekki samt sko, þú veist, dansa á annars gröf, en auðvitað það þannig, ég meina þetta allt saman samkeppni og það skiptir okkur máli, ég meina í laxinu skiptir máli að Færeyingar eru til dæmis með 10% toll en við með 15. Við erum á sama stað og norðmenn sem að keppa við okkur í hvítafisknum. Við erum á sama stað og Evrópa sem að keppa við okkur í alls konar öðrum, á ýmsum öðrum sviðum. En við erum líka með mörg ríki sem eru bara í miklu annarri og verri stöðu heldur en við. En maður vill ekkert endilega samt sem maður fara í það vegna þess að þetta hálfgert óstuð. Sko nýsköpunarfyrirtæki í eðli sínu bæði mjög harðger og líka mjög viðkvæm fyrir hvers konar breytingum og það eru eflaust margar aðrar breytingar í farvatninu, svona brjálaðar breytingar bara eru orðnar því stöðuga ástand, það eru loftslagsbreytingar, tæknibreytingar og mikið að gerast bara í geopólitíkinni. Sko Svanhildur var hérna bara með nokkur svona góð ráð til nýsköpunarfyrirtækja í þessum nýja og breytta heimi. Getum við bara lokið þessu þingi með góðum ráðum og svona heillvænlegum ráðum byggð á ykkar reynslu til íslenskrar nýsköpunarfyrirtækja? Bara ef gengur að línna. Já, sko, mér langar aðeins að grípa boltan frá henni Svanhildi og það er bara ágætt líka við horfum aðeins hérna á hvað getum við gert á Íslandi til þess að búa nýsköpunarfyrirtækjum gott atlæti. Og ef ég tala bara fyrir Lauf þá er bara, höfum við yfir höfuð haft bara virkilega góða reynslu af stoðkerfinu. Við höfum notið góðs bæði af stuðningi Tækniþróunarsjóðs og svo aftur af framlagi Nýsköpunarsjóðs sem hefur verið ómetanlegt fyrir fyrirtækið. En mér langar að nefna eitt og líka kannski út frá erindi Borghildar áðan og líka því ég er hugverkaréttar lögfræðingur og sérfræðingur á því sviði, að hún vakti athygli á því að bara þessu virði í hugverkunum, virðinu í skráðum einkaleyfum, skráðum vörumerkjum og það var farið yfir það bara raun og veru hverju það skilaði og það var auðvitað farið yfir einhyrningsdæmi Keresis og svo framvegis. Hún talaði að þetta ætti að auka líkur nýsköpunarfyrirtækja á fjármögnunum 10%. Mér langar bara að segja út frá minni reynslu og ég er búin að freista þess núna í marga mánuði að fá skilning bankaumhverfisins. Því mér langar bara að benda líka það sem að betur gera sko. Bankaumhverfið á Íslandi metur hugverk ekki sem verðmæti. Það er bara klárt þannig. Og að reyna að fá lán hjá íslenskum bönkum, bjóða þeim veð í öllum hugverkaréttindum fyrirtæki sem á skráðu einkaleyfi og vörumerkjum allan heim verulega verðmætt. Þau eru metin á 0 krónur. Þetta er dapurlegt og ég vona að það sem einhverjum hætti hægt að bregðast við og bæta þetta umhverfi. Ég veit ekki hvort að opinberir aðilar þurfa að koma að eða hvað það er, en það þarf allavega að bæta úr þessu, þetta er ekki hægt. Já, hvað var að góð ráð til nýsköpunarfyrirtæki? Ég held ég fara nú bara í það sem er grunnurinn af því fyrirtæki sem ég starfa hjá í dag. Þar var einstaklingur sem hafði rosalega skýra sýn á vandamáli sem hann vildi leysa. Gera lífið betra fyrir fólk sem hefði annað fæðst ekki með fótinn eða mist fótinn. Og það er oft sko, og eftir því sem okkar fyrirtæki hefur vaxið og þroskast, þá er þetta alltaf kjarninn, sko, hvernig getum við viðhaldið skýrri sýn á hvaða vandamál við erum að leysa fyrir þá notendur sem við viljum þjónusta. Þetta er erfitt og þetta er flókið, það þurfa alltaf að endur uppfinna sig þegar kemur að nýsköpun og hafa þessa skýru sýn og vera að leysa raunverulega vandamál og passa að sá gluggi sem við horfum út þegar við horfum á þarfir verði ekki of tæknimiðaður og taki mið af raunveruleika þeirra einstaklinga sem við viljum vinna með. Þetta hefur alltaf verið svona það sem við höfum reynt að standa vörðum og byggja og er í rauninni hjartað í fyrirtækinu. Þetta er það sem er flókið, þetta er það sem er erfitt í nýsköpun. Það er að vera skýr á hvað þarfir er verið að leysa og að viðhalda þeirri getu.
og gaman að sjá eins og Heffring hérna áðan með sína lausn og líka gaman að segja frá því að Karl Birgir var nú starfsmaður hjá okkur í Kanada, þannig að það eru svona alls konar og Benni hérna í Lauf, þannig að það eru alls konar svona já, þannig að það eru alls konar svona hliðar áhrif skulum við segja þessum stærri fyrirtækjum, þannig að það væri kannski mitt, þetta hljómar einfalt en samt ekkert einfalt og passa að missa ekki sjónar þessu. Já, þegar stórt spurt. Í fyrsta lagi þá ég með svona frasa sem segir svona að enginn lofaði að þetta yrði auðvelt. En ég sammála þér með þessa skýru sýn. Ég líka hjá fyrirtæki sem stofnað af frumkvöðli sem var með mjög skýra sýn og var ákveðið frá upphafi að Alvotech yrði í ákveðinni tegund lyfjaframleiðslu eingöngu. Það var dálítið pressa á okkur í COVID allir að spyrja hvort við getum ekki framleiðst COVID-lyf snöggvast. Svarið er nei, það er ekki hægt af því við erum bara að gera þetta ákveðna. En varðandi ráð, þá myndi ég að segja að það er sambland af miklum fókus, að halda fókus sem er mjög erfitt stundum, en það er líka ákveðin tækifærismennska ef ég má orða þannig. Stundum þarf maður líka svona þess að eins og gott dæmi þetta, ég satt nú í 5 ári stjórn Orf-líftækni sem núna eru 2 fyrirtæki, mjög gott svona dæmi það sem var svona tækifærismennska, allt bygguður til eiginlega krem og dropa, fóru að selja þau sem var allt annað en var lagt að stað upp með. Þannig að það eru svona eiginlega mín ræð, það er fókus og tækifærismennska og svo ekki að gefast upp, það er sennilega besta ráðið, engin lofa þetta auðvelt. En það verður örugglega gaman og góða sögur síðar. Já, mér verður svolítið hugsað til stofna þetta gutt þegar ég heyri þessa spurningu, vegna þess að það sem að mér svolítið einkenna það fyrirtæki og það upphæð er að stofnendurnir 3 voru með svo mismunandi eiginleika. Við vorum með frumkvöðlinn, við vorum með peningagæjan sem að kunna á fjármálinn og svo vorum við með markaðsmanninn. Þannig að allt þetta blanda saman, einhvern veginn, búa til teymi, fá með þér helst fólk sem er gott í því sem að þið kannski skortir hæfnina og búa til þetta súputeymi, ég held að það sé mjög svona góður vísir að framtíðinni. Já, þá var þetta nú bara orðið gott. Ég ætla að þakka öllum þeim sem mættu og þakka öllum þeim sem voru í streymi og öllum þeim sem hér mæltu og komu fram. Þakka ykkur sérstaklega fyrir bara þessu góðu ráð hér í lokin. Eftir þingið þá náttúrulega ætlum við að fara bara fram og bjóða upp á veitingar og þá náttúrulega tekum við mikilvægastu fundurinn. Það er fundurinn eftir fundin og þá getum við spjallað saman og til dæmis bara við þetta ágæta fólk ef þið hafið fleiri spurningar. En lýkur þá Nýsköpunarþingi 2025. Takk fyrir.